Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið. Og þá gott að byrja í Byko. Góða kvöldi, komiðið margblessuð og velkomin í beina útsendingu hér á Blikar TV. Ég heiti sjálfur Kristján Ingi Gunnarsson og Arnar Björnsson hérna með mér. Rétt það. Þú framöndan hörkuleikur og kannski fyrsta stóra prófraunin og það eru náttúrulega erfið leikir sem fylgja í kjölfar. Einmitt. Blikar náttúrulega voru fyrir norðan og spiluðu það leik sem að fekk eiginlega mest umtal í kringum ástand vallarins. Það fínt hér í kvöld en sá leikur kannski svona undir, hvað maður að segja, ekki kannski eðlilegum kringumstæðum, hefði átt að vinnast. Já, hann hefði átt að vinnast og Blikarnir hefði átt að vera búin að refsa KA-mönnum miklu meira þegar að KA rankar aðeins úr rótinu og þetta var mjög skrítinn leikur og auðvitað spiluðu bæði liðin á sama undirlaginu en við sem höfum fyrst með liðið Breiðabliks að við vitum það að lið sem spilar fótbolta eins og Blikarnir að spila að þeir högnuðust minna því heldur en KA-menn við fullri vinningu fyrir þeim. Einmitt. Og við náttúrulega mistum Gísla Eyjóls. Já, hann verður frá í 3 ár, jafnvel 4 vikur, segja menn. Þannig að það eru ekki góða fréttir fyrir Blika og ég var nú reynda bara svona aðeins að renna yfir liðið og liðsuppstillinguna. Þú kannski á þessar sveipmyndir úr KA-leiknum? Já, auðvitað. Náttúrulega fullt af færum, Tómas Mikkelsen fekk hann einhver 2-3 mjög góð færi og þetta svona leikur sem að öllu jöfnu hefði átt að vinnast. En þarna töpust fyrstu stigin í mótinu. Já, og það svona svolítið hættulegt einhvern veginn kannski að menn fara að pirra sig, ég veit það ekki, maður heldur reyndar að þetta lið sé á þannig stað að þó þetta séu ungi leikmenn, ég meina Andri Rafn Jómann sem dæmi, einhverjir myndi segja, kannski ekki alveg yngsti leikmaðurinn en hann búinn að spila með Breiðablik í rúm 11 ár, kom fyrst inn í liðið 2009, var bikarmeistari með liðinu þá, Íslandsmeistari 2010 fyrir 10 ára síðan, þannig að það er gríðarleg reynsla í náttúrulega hópnum og sem að tala nú ekki Guðleifur Guðmundsson og fleiri. En við skulum sjá svona aðeins hvernig leikurinn spilaðist á móti KA-mönnum, fáum svona klippur úr síðasta leik og eins og við höfum svo sem verið að koma inn á að það er með ólíkindum að við höfum ekki náð að sigra. Já, og má kannski segja eins og leikurinn spilaðist að þegar að KA kemst í 2-1 í bláa lokina þá einhvern veginn hugsaði maður að þarna hefði leikur tapast sem átti alls ekki tapast en sem betur fyrir þá höfðu heppnina með okkur í lokin og Mikkelsen náði að bjarga stígi. Og það var einhver sem talaði Viktor, gerir þetta skemmtilega Viktor Karl, fær hann yfir á Brynjólfur Willumsson fer yfir á vinstri fótinn en ennþá meðan Brynjólfur snýr síðan í teignum og snýr að snúa aftur inn í teiginn, að dansa með boltan, leggur hann út í teiginn, hvað með Kví og þeir bjarga nánast á marklínu og þeir skora! Gísli Eyjólfsson frá vegna meðsla og vissir af næstu leikjum, það er ljóst og Skarfsfirði skildi þar. En svo er auðvitað önnur breyting líka, Róbert Orri Þorkilsson, hann fer á bekkinn og Davíð Ingvarsson kemur inn í staðinn. Davíð auðvitað hefur verið að berjast við Róbert þessa stöðu og tveir efnilegi leikmenn, klárlega, Róbert kannski sterkari varðanlega, finnst mér á köflum, en Davíð hefur mjög mikla kosti sem sóknarleikmaður og með góðri nýtingu honum þá eru Blikar mjög hættulegir. Já, og þeir hafa stundum verið að spila í rauninni þannig að maður hefur séð það bara á vinstri kantinu með Höskuld og Davíð að það hefur nánast verið svona hraðbraut upp vinstri kantinn með þá tóðana. Mikil ógnum því að Höskuldur auðvitað með flínkur leikmaður og getur tekið mikið til sína. Hér sjáum við liðið hjá Blikum, Anton Ari í markinu, Andri Rafn Jómann, Brynjólfur, Davíð, Elvar Freyr, Höskuldur, Kristinn, Oliver, Tómas og Viktor Karl og sjáum að Kitty Stendos komin inn í liðið. Og
Ég sé bara að það eru góð tíð því að Kiddi búinn að vera mjög öflugur og nú hann að spila á móti liði sem hann var hjá síðustu 2 ár og leiði ekkert allt og vel þar. Maður bara sá það á leikstíl hans, hann var mikið út á kanti og ég hef trú að því að Kiddi eftir að gera hér skemmtilega rósir í kvöld. Ég held að það sé ekki einn bliki sem er ósáttur við það að sjá Kristinn byrja þennan leik. Ég var nú að vesla málningu bara í morgun og hitti föður hans reyndar í ónefndri málningaverslun en hann framherinn? Já, Steindór Elís og hann sagði við mig okkar maður byrjar í kvöld, það er klárt og ég held að hann alveg eins og ég var að nefna, kannski flestir blikar ég held að hann sé spenntur að fá að sína sig og sanna. Ég meina F-fangarnir voru á tímabili í fyrra að spila Kristinn sem djúpu miðjumanni. Ef við bara svona meldum það aðeins að þá var umræðan mikið það að það væri ekki verið að spila honum rétt og síðan hann að fá þessa stöðu kannski sem að manni svona finnst hann eiga að geta blómstrað í og mörkin hafa ekkert látið á sig standa. Og ég sé að varmannbekkin Alexander Helgi auðvitað að jafna sig að meðslum en kannski fær hann meiri spiltíma því náttúrulega Guðjón Pétur Lýðsson farin í Stjörnuna sem ástmaður og Gísli meiddur þannig að það er svona aukast líkur á því að Alexander Helgi fái að spila meira. Viktor Örn þarna líka, Ímir Halldórsson og Benedikt Varen, 2 ungir strákar og síðan Kami Kí sem að mínum dómi hefur verið mjög flottur og innkoma hans í leikjum blika hefur verið mjög skemmtileg. Alveg sammála og hann virðist einhvern veginn breyta tempónu og færi leyfi til þess að gera árás og miðjan hjá blikum náttúrulega tekur mikið til sín þannig að hann ofta að fá mjög mikið pláss og maður fær það stundum á tilfinninguna að það vanti bara hersluminnin upp á að hann komist eiginlega hvað maður að segja alla leið. Hann ofta að skapa hellingshættu og usla en vantar lítið upp á til þess að hann getur bara nánast klára leikina bara upp á sitt einstæmi. Óskar má ekki taka það úr honum, hann verður þó að reyna, hann verður að gera, halda áfram því hann að taka mikið til sín, hann að binda bakvörðun, hann að búa til pláss fyrir aðra og fyrir liðan svo blika, hann henda liðinu mjög vel. Já. En að við kíkjum aðeins á F-fólkið, þar eru auðvitað reyndir kappa líka, það eru náttúrulega strákar sem að spila með Breiðabliki. Já, ég meina Guðmann Þórisson náttúrulega kannski ber þar hæst og á samt náttúrulega Guðmundi Kristjáns sem að einmitt, við vorum nú ræða Kristinn að honum hafi stundum verið spilað út á stöðu. Ég meina Guðmundur Kristjánsson spilaði lengi verið sem djúpur miðjumaður og hefur verið í miðvarastöðunni í AF. Þannig að en svo var náttúrulega Gunnar Nílsson í markinu, Hörður Ingi Gunnarsson, Hjörtur Logi Valgarðsson, Daniel Hafsteinsson, Stephen Lennon sem hefur kannski verið svona eitt þeirra besti maður. Eða hefur verið, það er ekki spurning. Hann bara yfirbara maður í þessu liði og Jónatan Ingi, Björn Daniel Sverrisson, Atli Guðnarsson og svo náttúrulega blikarnir sem við ræddum áðan, Guðmundur Kristjánsson og Guðmann Þórisson og svo Þórir Jóhann Helgason. Og þetta blikalið, þetta tók nokkuð breytingum svona rétt fyrir mót og F-liðið fyrir ekki. Daniel Hafsteinsson kemur inn í liði, strákur sem að ég var mjög hrifinn að þegar hann spilaði fyrir norðan. Svo eru Þórir Jóhann Helgason og Jónatan Ingi árunni eldri, strákar sem eru búin að koma með fína reynslu og þetta er svona miklu meira spennandi lið sem að Ólafur Helgi Kristjánsson er með núna í höndunum heldur en var bara rétt fyrir mót. Já, og bekkurinn er náttúrulega, eins og varum að segja, ekki slappur heldur með Pétur Viðarsson sem kom tilbaka, eiginlega má segja, Logi Tómasson, Baldur Sigurðsson, Morten Beck Andersen, Þorsteinn Þórðarsson, Daði Freyr Arnarsson og Baldur Logi Guðlusson sem eru á varmannbekknum hjá FH í kvöld. Ég bara verð að segja fyrir mitt leyti bara svona sem bliki að þessi leikir á móti FH, þeir eru bara í sömu kategóri og leikirnir á móti Stjörnunni, leikirnir á móti jafnvel KR. Þetta er einhvern veginn svona, kannski svona HK líka kannski þarna uppi en maður er alltaf sérstaklega spenntur fyrir leikjum þessara liða. Já, úrslit Blikana gegn F-fæðingum undanfarið 2 ár hefur verið ljómandi góð, unnið alla 4 leikina í deildinu og þetta kannski að rifja upp leikinn frá því í fyrra þegar Blikarnir eru með 4 mörkum gegn 1. Við höfum síðan 4-2 í
Hafnarfirði. Já. Og það eru mörk í þessum leikjum og ég svona hef trúið því að við eigum eftir að fá mörk í kvöld. Já, og ég meina Blíkarnir hafa unnið alla leikina síðan að Óli tók við hjá F-fangum. Þannig að, en já, við skulum endilega kíkja aðeins á F-leikinn. Fallið sendingin fyrir hennar rángstæður að hvað Björn Daniel, nei að Jónatan fyrir ekki, nei og hörku skot en Kolbeinn út á Aron og kemur Aron aftur í árásina. Nei, og Arnar Sveinn og Andri Jómann sáum þetta laumur, já, Andra Rafni Jómann, þetta var glæsileg lauma. Já, þessi leikmaður er ekki búið að skora mikið í efstu deild á Íslandi en hann skora. Ólafur Kristjánsson fljótur að bregðast við, fyrst í hálfleik og svo núna Aron Bjarnason með Arnar Sveinn undir að sjá Aron! Wow! Þetta var geggjað hjá Aroni Bjarnasoni. Herri, ég er búinn að tala um þetta fyrir. Hendriks gerir þetta reynda vel, finnur Aron þarna og við sjáum bara Brynjar, þú verður að stíga nær honum, þarna fær hann að leikinn í teginn. Og Guðmann, Höskuldur, en Vignir frábært útlauf. Hvað er Vignir að gera? Akkur losa sig ekki í boltann, Tómas. Mikkelsen er að ganga frá þessum leik, ríkaleik. Sjáðu hvað þetta er einfalt. Þarna á Guðmann fyrir mig að gera betur auðvitað, missir að boltan yfir sig. Vignir gerir vel þarna átt að koma boltanum í burtu. Og svo bara lifta og sjáu því hér er allt opið vinstra megin, hér er Höskuldur, frábær skipting yfir á Höskuld Gunnarsson, hann er hérna Aron Bjarnason fyrir ekki, Aron Bjarnason Sérðu þetta? Sérðu þetta? Copy paste! Já, og þetta er alveg ótrúlegt. Bortonum hér hjá F-ingum, Steven Lennon, Gulli Veren, það er Brynjar Ásgeir Guðmundsson, markamaskína sem að mokar þessu. Leikurinn er bara að fara af stað hérna á Kópavogsvelli en það er óskandi að þetta gengi Blika haldi áfram. Ekki bara vonast til að það verði bara svipað munstur í þessum leik og í leiknum í fyrra og hitt í fyrra. Það er eiginlega stemningin líka sem að virðist bara verið í stúkunni, umgjörðin glæsileg finnst mér hérna á Kópavogsvelli. Mér finnst bæði þessi umgjörð sem að kemur, það voru náttúrulega skiptar skoðanir á gervigrasi og svo framvegis en við erum komin hérna með upplýstan völl, við erum komin með LED-skiltin í kringum hann, við erum komin með svona ýmislegt sem að var ekki áður og það gefur bara svona þetta ekstra, svona smá auka. Það er svona stækkar félagið einhvern veginn, félagið verður starra og svona meiri stemming að koma á völlinn og það verður forvitnilegt að sjá hvernig leikurinn fer á stað. Blikarnir hafa að byrja þessa leiki af krafti og það er spurning hvort að sama munstur verður en við verðum þá bara að refsa, við verðum þá að ná að skora þessi mörk og komast í þann gíra að fá F-ingana til að mæta. Ég held að það sem er líka svolítið áhugavert í þessu er náttúrulega Ólafur Kristjánsson á móti Óskari, mjög ólíkir þjálfarar að mörgu leyti. Óli allt öðruvísi, hvað maður segja, svona taktískur heldur en Óskar og þetta er líka smá stríð þeirra á milli, það má ekki gleyma því að Óskar kemur inn í Pepsi-deildina og Pepsi Max-deildina og eftir að hafa komið Gróttu núna eiginlega í ótrúlegum uppgangi síðustu ár. Heldur betur, upp 2 deildir á mörgum árum. Þannig að þetta er líka bara út frá bæði sögunni í kringum fyrrverandi leikmenn Breiðabliks sem eru í FH eða voru í FH og eru komnir heim, þjálfurunum í kringum þetta, sögunni í kringum klúbbana. Ég heyrði nú í útilegu síðustu helgi sem var smekkfull af bæði F-ingum og Blikum og það var einn F-ingur sem sagði að það væri svona smá Manchester án þess að maður sé að fara í einhver samlíking um enska boltan. Það væri smá Manchester bragur á F-ingunum. Þeir væru í einhverju smá endurnýjun, þeir vissi ekki alveg hvað þeir hefðu, þeir væru að reyna að byggja á þeim gæðum sem að þó væru í leikmannahópnum og þjálfarateyminu. En það væri eitthvað óryggi sem að hann náði ekki alveg að setja fingurinn á. Gleymum því heldur ekki að Davíð Þór Viðarsson sem er náttúrulega búinn að vera kjölfestan og hryggjarstykki í þessu F-liði í mörg ár. Björn Daniel Sverrisson kemur úr atvinnumennsku. Mér fannst hann ekki
nógu sterkur miðað við sko hvað hann var að koma, hvað hann hefði verið að gera og hvernig hann var þegar hann kvaddi íslenska fótbolta. En hann í sókn og það skiptir F-fáinga gríðarlega miklu máli. Og svo má ekki gleyma því sem þú nefndir áðan Arnar, að það þetta próf sem að Blikarnir standa frammi fyrir núna, þetta risavaxið próf og að sjálfsögðu líka náttúrulega fyrir F-fáingana en þetta spennandi viðureign og maður finnur það alveg verandi á vellinum að það ákveðið rafmagn í loftinu. Þú gleymið heldur ekki að F-fáingarnir fengu á baukinn gegn Víkingi sem eru jóliði allavega í deildinni, þeir vinna stórt og tapar stórt, 4-1 sigur Víkings og FH. Það svona sparkaði svolítið í F-fáingar sem virtust á fínu róli. Já. Og ef að Blikarnir lenda í sömu sporum, tapa, þá var ekki gott að vera að fara í næstu 2 leiki móti KR og Val með ósigur á baki. Nei, auðvitað. En við sjáum hvað setur. Nú dómari í kvöld Ívar Orri Kristjánsson, hafði mikið verið fjallað dómgæslu eðlilega. Þetta stór partur af íþróttinni og mikið að dómararnir með ekki gera einustu mistök, að þá eru þeir undir smásjá fjölmiðlana og manna á samskiptamiðlum. En honum til aðstoða Birgir Sigurðarsson og Gylfi Már Sigurðsson, hvoru tveggja þrautreyndir kappar, og eftirlitsmaður Kristinn Jakobsson sem svona espaði nú einhverja upp í umræðinu rauðurspjöldin í Víkinni. Já, heldur betur. Þetta í leik Vals og Víkings. Já, einmitt. Þetta verður KR og Víkings, þeir voru að tapa í kvöld, sko, höfum það rétt. Valur var að vinna Víking 5-1 í kvöld. Já. En allt klárt. Vantaði 3 leikmenn alltaf í Víkingunum, en hér allt klárt á Kópavogsvelli. 8. júlí, klukkan korter yfir 8 og við vonum bara að við fáum hörku knattspyrnu hérna í kvöld. Það bara svoleiðis. Já, ekki nokkur spurning. Það spenna í lofti og Blikarnir byrja að verjast því að Stephen Lennon tekur upphafsbyrjunna í kvöld og leikurinn hafinn og Björn Daniel Sverrisson hér á kantinum og á miðunni henni boltanum út í kantinn og Guðmundur Kristjánsson með boltan hér í öftustu vörn og Guðmann Þórisson félagi hans með honum. Þá koma Blikarnir hér í pressuna og Hörður Ingi Gunnarsson hann með sendinguna fram og þetta endar hjá Damir Múminovic og sjáum að Stephen Lennon kemur á fullri ferð og setur pressu á Anton Ara sem að leysir þetta ljómandi vel, sparkar boltan hérna út til hægri á Andra Rabjóman sem er stilt upp í hægribækurastöðuna eins og í undanförnum leikjum og Blikarnir að leika boltanu hér saman sín á milli í vörninni, Damir Múminovic og Oliver Sigurjónsson. Oliver með sendingun yfir á Höskuld í baráttu við Hörð Inga sem hefur betur, skalla boltan og þá koma F-fáingar, Jónatan Ingi Jónsson, efnilegu leikmaður, Davíð eltir hann og nær að stukka við honum en innkasti hér við hotfánan eiga F-fáingar. Hörður Ingi Gunnarsson sem spilaði með Skagamönnum kominn í sitt gamla lið. Hér er Daniel Hafsteinsson og Hörður með sendingunni fyrir, hún hættuleg en Anton Ari var fljótur að grípa boltan og kemur hún hérna fram, sendir hann fram. Brynjólfur í baráttu við Guðmund sem að Kristjánsson sem inn í boltanum aftur á Gunnar Nílsen sem fekk á sig skrautlegt mark í leiknum gegn Víkingi. Blikar strax farnir að pressa hátt, maður sér það strax í útsparkjunni hjá Antoni Ara hérna. Binni tók hlaupið ská upp og þetta var greinilega eitthvað alveg útpælt því að hann neldi boltanum og hann fór beint í lappirnar á honum og svo pressuðu Blikarnir mjög hátt í kjölfarið en hér er baráttu á miðjunni. Vel gert hjá Davíð Ingvarsinni nær boltanum, Höskuldur keyrir inn og miðjan vallar ekki F-fáinga en hér eru F-fáingar að vinna boltan, sendingin á Jónatan og Davíð til varnar að pota boltan, vel gert hjá Davíð, byrjar þetta ljómandi vel strákurinn, skiptir máli að fá fyrir þessum ungu leikmenn að fá svona sjálfstraustið strax, mistök snemma leiks það getur tekið tíman að jafna sig af þeim. Hér er það Elvar með sendinguna en Tómas Mikkelsen á komin langt inn fyrir. Já, og hann er reiður, Elvar hefði átt að koma fyrir með boltan þarna, hann var búinn að taka hlaupið, tók þverhlaupið á FH-vörnina og hafði í rauninni Guðmann og þeir voru ekkert að spá í honum. Elvar var einn og hefði auðvitað getað sendt miklu fyrir á hann. Snirtilega gert þarna hjá Þóri Jóhanni og FH með boltan farið yfir miðlínuna núna, Hörður Ingi
og Jónatan leika hérna saman á kantinum. Hörður kemur upp kantinn, hægri kantinn, Davíð til varnar og Hörður verður að leika tilbaka á Jónatan og Höskuldur er þar í baráttu við hann og Höskuldur gefur ekki tómættis, dansa hérna skemmtilega og Höskuldur er að ýta boltanum í Jónatan og vinna innkastið, vel gert hjá Höskuldi Gunnlaugsinni í fyrirliða liðsins. Það voru einhverjir sem voru undrandi þegar Höskuldur tók við fyrirliða bandinu að Gunnleifi Gunnleifsinni en Höskuldur er efnilegur og gaman að sjá hann í þessu hlutverki. Já, uppalinn bliki og hérna, ég segi fyrir mitt leyti og ég veit að margir aðrir voru einmitt bara eiginlega ekkert hissa á því. Virkilega heilsteyptur ungu maður og flottu fyrirlið. Já, og skar ekki neinu vafa þegar hann ákveða að hann í fyrirliði, hann var ekkert leikmannaval, heldur var það bara þjálfarinn sem útnefndi hann. Er að Hörður á hægri kantinum með fóðingarnir hérna við Vítatex línuna hjá Breiðabliki, sendingin á tegin ekki góð og Damir kemur honum í burtu, Guðmann vinnur hann, Björn Daníel í baráttunni en Brynjólfur við það að stela boltanum og setja pressu á Guðmund Kristjánsson en boltinn út af og F-fóðingar eiga innkast, þetta 10 metra inn á 5 til 10 metra inn og eigin vallarhelmingi hérna hægra megin. Nú F-fóðingar sækja í átt að Smáranum, blikarnir að sporthúsinu og hér er Daniel að koma sér í færi, Daniel er á skotinu, Viktor Karl nálægt til að vinna boltan þarna, sem ekki með sendingin inn á tegin, hún er of innanlega og Anton Ari nær ekki að halda boltanum inn á, grípur hann þarna við rétt við línuna en út af fóranamati aðstoðardómarans og það er hornspyrna, fyrsta hornspyrna leiksins og það eru F-fáingar sem að fá hana, taka hana frá vinstri. Þórir Jóhann Helgason tekur hana, Atli Guðnason er hana svona 10 metrum fyrir aftan boltan og fær sendinguna, renni boltanum hér og hér er allt galopið, Hjörtur Logi lyftir boltanum inn á tegin og hér er barátta og Anton Ari gerir vel. Anton Ari er mjög góður í þessu, hann er frábær og hann með þessa sendinguna fram og blikarnir á að halda boltanum inn á vellinu. Kristinn Stendorsson og Brynjólfur Darri tekur hlaupi, Brynjólfur Darri hér í baráttunni en boltinn aðeins og nálægt Gunnari Nílsen sem að náði honum og greip hann. Þarna sjáum við að Anton Ari gerir í rauninni nákvæmlega það sama á hann ef hann grýtti boltanum. Að leið og blikarnir unnu boltana þá voru þeir strax komnir af stað meira og minna allir. Maður hefur síðast á stundum spilað þessu rólega upp og reyna að ná þannig einhvern veginn að byggja upp spil, þannig Guðmann aðeins kærulaus en þetta er einhver taktík núna hjá þeim að hérna greinilega að Anton kemur boltanum strax í leik og reynir að taka hann langt fram á völlin. Andri Rabi Óman, Kristinn Stendorsson með hérna herra megin, við og sendi boltanum inn á tegin og Guðmann, hotspinna sem að blikar fá. Þarna núrði Tómas Mikkelsen fyrir aftan Guðmann og Guðmann auðvitað skítrættur að vita af Dananum hann fyrir aftan og hann setur boltan í horn. Mikkelsen er alvöru nýja, ef að Guðmann hefði ekki náðu að koma þessi í horna þá hefði þessi sennilega legið í netinu, það er ekki ósennilegt. Nú séum maður Anton Ara í hotspinninunni, hann er að skokka hérna fram á miðan vallarhelming líka við. Þetta gefur varnarmönnunum tækifæri til að fara aðeins framar. Elvar og Höskuldur bíða hér á miðjum vallarhelming í F-fáinga og Blikar safna sér inn í marktegin og Davíð Ingvarsson tekur hornið. Davíð tekur hornið og þetta er á fjærstöngina og Guðmundur Kristjánsson skallar boltan og það er hotspinna núna hinum megin frá vinstri og blikarnir halda áfram að setja pressu á F-fáinga. Þá er það væntanlega Viktor Karl Einarsson sem að neyðar Höskuldur sem að Höskuldur átti með hornið þegar Damir Múminovic skoraði sigurmarkið á móti Fylki. Já. Og þá hefðu nú blikarnir átt ansi margar hotspinnur í æfingaleikjum og keppnisleikjum fram að því en ekki náða að nýta en Damir gerði það mjög vel, skoraði sent í þeim leik. Hér er það Höskuldur, Viktor Karl stendur þarna hjá honum en Höskuldur tekur spinnur inn á tegin og hér kemur Guðmundur Kristjánsson og skallar í burtu en aukaspinna dæmd á Damir og væntanlega fyrir bakgrindingu. Fáingarnir taka hér aukaspyrnuna og blikarnir pressa Kristinn Stendorsson stendur á Vítatex línunni, Tómas Mikkelsen
Já, hægra megin og Tómas Mikkelsen hér vinstra megin. En Gunnar Níelsen setur boltan niður og ætlar að senda hann langa fram. Kemur honum á Hjört Loga Valgarðsson. Áhugavert að blika vörnin þó að FH-liðið hafi fært sig ofar í útsparkinu að blika vörnin bakkaði nánast ekki neitt. Hún eiginlega öll ennþá upp á miðju. Og blikaliðið í hárri pressu. FH-liðið reyna vantilega bara að kýla boltan fram sem þeir gera. Guðmundur Kristjánsson, þeir missa hann strax. Davíð, missir hann beint fyrir utan. Nei, hann honum aftur burtu með. Anton kemur honum í burtu. Já, Kristján, þú ert svolítið órólegur í þessari stöðu en Anton Ari búinn að vera frábær, mjög flottur kostur. Já. Og hér það Jómann með hann á hægri kantinum. Leikur honum hann af, Hjörtur Logi eltir hann, Oliver og þá Kristinn Steindórsson út í hægri kantinum að reyna að stíka boltanum inn á Brynjólf og Brynjólfur enda svo með því að hotspyrnan fá hann og blikarnir fá þriðju hotspyrnuna sína hér á skömmum tíma. Já, komnar hérna 4 hotspyrnur á fyrstu 10 mínútur leiksins. F-fangarnir með þá fyrstu og svo blikarnir 3 í röð. Viktor Karl og það er athyglisvert hvort að þeir ætla að koma með boltan fyrir. Það er greinlegt að Óskar hefur lagt, já Davíð tekur hornið, að Óskar hefur lagt áherslu það að setja boltan inn á Gunnar, láta Gunnar hafa fyrir hlutunum. Og við sjáum og hér kemur hotspyrna, boltinn inn á teginn, svolítið utarlega. Kristinn í baráttunni þetta og þarna var það Þórir sem að hafði betur en sparkaboltanum beint út af, blikarnir ágengir. Flott pressa hjá Kristni þarna ákveðin og F-fangar sjá ekkert annað í stöðuna að koma boltanum bara úr leik og blikar í einkastið. Davíð Ingvarsson á að kasta boltanum inn sem hann gerir stutt og Höskuld fær boltan aftur, hefur tíma og tekur síðan á rás og stíkur um yfir ætla að setja boltan á Höskuld en Þórir kemst í milli og aukaspyrna dæmd á Brynjólf. Guðmann og Guðmundur Kristjánsson, gömlu blikarnir hérna í hjartavardarinnar hjá FH. Guðmundur með boltan inn í eigin vítateig og Kristinn setur þrýsting á hann, löng sending fram og Jónatan nær að hafa betur vel gert hjá Jónatan þarna. Birtis eru búin að missa boltan, stíkur hér í áttina Daniel Hafsteinsson í góð vörn hjá Blikum. Oliver vel spilað, Höskuldur og Höskuldur lendir hérna í smá vandræðum en þá bara kemur næsti maður og bjargar og þetta er skrítið fótbolti þessi stundir að bolti rekkur að mann á milli, blikarnir í tapunum. Hér er það Lennon, hann út í kantinu Hjört Loga, Hjörtur Logi með sendingunina á Lennon lætur að fara, allir með sendinguna og þetta er hætta en blikarnir lifa þetta af. Stór hætta þarna, erfið sending og Daniel Hafsteinsson nær boltanum og kemur Höskuldur og Jónatan, F-fangarnir með góða sókn núna. Sendingin er nú til hægri, þar er Hörður Gunnarsson og Hörður og hann getur komið boltanum fyrir en gerir það ekki því að Davíð kemst fyrir og F-fangar fá hornspyrnu. Virkilega flott spil hjá FH þarna á þessum kafla. Þeir einhvern veginn tók þetta bara einfalt, einna snertinga fótbolti og eiginlega þrýðningur alltaf var í kjölfarið, svo steig hann yfir hann, hvort það var ekki Atli Guðna sem að síðan hefði átt að fá hann frá Lennon inn fyrir en Elvar eiginlega bara, vissi eiginlega valla af bara, eða já, hann eiginlega hljóp einhvern veginn fyrir þetta en FH einhvern veginn eiga hornið. Kemur hotspyrna, taka hann stutt, Atli Guðnason og Atli með sendinguna, Hörður er opinn þetta fyrir utan teig og Hörður með skot þegar það er framhjá. Þetta er eitthvað sem blikarnir þurfa aðeins að passa. Hér nær Hörður að rífa sig lausan, er dauða frí hérna þetta 5-10 metrar fyrir utan. Vítategin leikur í 8 tegnum og nær síðan skotinu en það er sem betur fyrir framhjá. Davíð og Davíð áraðin þetta vel gert hjá Davíð Ingvarsinni fyrir illa þarna með Þóri Helgason en gleymir sér aðeins og Þóri vinnur boltan á honum tilbaka. Sendingin inn fyrir og Lennon og hér er Damir svolítið svona svo lítil hætta þetta með mark Blika núna þessa stundina. F-fangarnir ágengir og hér vippaðir Jónatan boltanum inn fyrir, Þórir boltanum inn fyrir og Jónatan en Blikarnir komast í þetta og aukaspyrna sem að Breiðablik fær. Já, Blikarnir eitthvað að pirra sig á einhverjum svona smáatriðum, fannst boltinn vera farinn og voru svona hissa á því að það hefði ekki verið dæmt jafnvel fyrir einhverja svona freka mjúka aukaspyrnu en hérna menn þurfa að passa sig á þessu og ég tek undir þetta með hotspyrnunar. FH getur búin að fá 2 og í bæði skiptin hefur myndast pláss og skapast stór hætta
En hérna, nú eru blikarnir með mikið pláss hérna á vinstri kantunum og Brynjólfur keyrir af stað. Sprettinn og stingur boltanum með fyrir Davíð fljótari, Davíð með sendinguna fyrir markið og hér liggur Mikkelsen en ekki á þetta, Oliver og Oliver með boltan á miðjum vallarinn ekki F-fæðinga, sendir á Brynjólfur Höskuldur dansar þarna með hann, þá litið þröngt, Brynjólfur reynir að koma sér inn í gegn og þetta mátti ekki miklu muna. Ja, metnaðarfullt hjá Blikum að ætla að spila sig bara í gegnum varnarpakkan við vítategsbogann. Það voru eiginlega allir þar en það breytti því ekki að menn tóku bara á rás inn í pakkan. En við höfum séð Blikana verið að gera þetta í nokkrum leikjum. Þeir ráðast á þarna. Einmitt. Það var líka þannig að ef það hefði myndast eitthvað smá pláss þarna þá hefði auðvitað verið hægt að koma boltanum út á annarkot vænginn og þar var eiginlega ennþá meira pláss. Já. Og hér koma F-fæðingar hér upp hægri kantinn, Jónatan Ingi, Jónatan upp að endamörkum og nær fyrir gjöfinni og Anton Ari heyriði þetta. Já, ég þreyti seint á að hrósa Anton Ari, hann flottur þessi drengur og frábær búbót í hópinn hjá Blikum. Hér Davíð, hann engan veginn hræddur og ræðst hér fram hjá Þóri, þeir illa með hann og þeir tvöfald á hann og hann enn með boltan. Hvað ætlar hann að gera? Vissir hann út af? Nei, heldur hann minna á. Sá áraðinn. Oliver með skiptingu frá vinstri til hægri og Brynjólfur tekur bolta með sér og sendir inn á teginn á Viktor alltaf þræðir hann í gegn en það gekk ekki, Lennon nær honum en Viktor komið tilbaka. Við sjáum vinstuna í Blikaliðinu, hvað eru duglegir ef þeir tapa boltanum, þá eru þeir komin á stað strax aftur. Og virðast vera þegar að í það minnsta það spil hjá F-fæðingunum á miðjum vellinum eða þeir eru að reyna þessar háu sendingar þá boltinn að detta svona tilvílanlega kennt finnst manni oft einhvern veginn fyrir þá. Nú kemur há sending en Höskuldur fyrir innan. Fyrir innan. Ég held að þetta sé rétt, sendingin frábær frá Viktori Karli en Höskuldur 2-3 metrar fyrir innan og réttilega dæmdur ástæður. En Blikarnir virðast vera fljótir oft á tíðum að vinna boltan tilbaka þegar F-fæðingunir eru að reyna að ná upp spilinu. Hér Jónatan og Þórir að spila saman, Þórir með sendinguna Jónatan og þá kemur Damir Múminovic á fullri ferð og Jónatan bara hræddur og sendir boltan tilbaka á hörð og sparkar boltanum út af. Og ég skil það vel að hann með ekki litist á Blikuna þegar að Damir Múminovic kom á vælandi ferð og sótti að honum. Nei, Davíð Ingvarsson var að elta hann en svo gaf Damir gaf í og einhvern veginn fór á stað á eftir honum og hann eiginlega bara hrökklaðist undan honum. Hann eiginlega hrökklaðist undan honum og gaf boltan bara beint út af. Höskuldur og Davíð með skiptinguna og fínasta sendingi yfir á Andra Rapp. Lennon setur press á hann en boltinn á Elvar og Elvar á Anton Ara. Og Anton Ari á Oliver og F-fæðingarnir setja press á hann en Oliver hristir þá af sér og setur boltan inn á Brynjólf, snirtilega að spila, Brynjólfur vinnur mann, setur boltan hérna yfir til hægri, það Viktor endar með hornspyrnu sem að Blikar fá. Það sáum Andra Rapp, þessi sívinnandi leikmaður, við sáum að Viktor kíkti, það voru einhverjir 30 metrar og Jómaður laður á stað og var að koma sér í ágæta stöðu og búa til þetta góða pressu á kantinum hægra megin. Já, Andri Rafn Jómann að spila núna hægri bakvörð, maður færði á tilfinninguna að hann gæti spilað markið líku við eða frammi, hann er einn af þessu leikmönnum sem bara bara fótbolta maður, hann er ótrúlegur, maður er búinn að heyra marga betri leikmönnunum í eftir deild tala um það hversu óþolandi er að spila á mótunum, en Blikar eiga hornspyrnu. Verkfræðingur í fótbolta, setja boltan tilbaka, Höskuldur, hann með hann við stöðlustinn og teginn og hér vel gert hjá Tómas Mikkelsen og harðurslagur í þegnum en þetta endar með aukaspyrnu. Brotið á Daniel Hafsteinsinni, það gerir Brynjólfur Willumsson og F-fæðingar eiga aukaspyrnu í eigin vítateig. Já, við vorum að ræða Andri Rafn Jómann, hann er 28 ára gamall, búinn að spila 250, þetta leikur með 251 hjá honum, hvorki meira en minna á 214 leiki í eftir deild og já, ég talaði um að hann hefði komið inn svona sem supersub, nú fær hann hérna boltan út á hægri kantinum og það er pláss hjá Blikum. Og hvað gera Blikarnir núna? Andri Rapp sendinguna, fær boltan aftur frá Kristi, reynir að koma nú út, gerir þetta vel og Brynjólfur hérna, Brynjólfur var kannski, hefði getað nýtt þetta betur, getað leikið boltanum hann út en Blikarnir verjast hér hotsti innkasti F-fæðinga við
þetta 10 metra frá hotfánanum við mark F-fáinga. Ég nefndi hápressuna á hann, nú vörn Blika 10 metrum cirka fyrir innan sko miðjuna. Já, það athyglisvert. Það allt liðið bara í hápressu. Og Anton Ari á miðjum vallarhelmingi Blika. Þetta skemmtilega uppsett og sjáum hvort að við förum ekki að fá mark. Já, svo ég kannski klári umræðina bara Andra Rafn Jómann. Hann byrjaði að taka upp á því í fyrra að fara að skora mörk líka, skoraði 4 mörk fyrir Blika í Pepsi í fyrra. Þannig að það er kannski erfiðara þegar maður komin í hægri bakvörðinn en hann getur verið gríðarlega ógnandi þó hann sé á hægri kantinum. Eða hægri bakvörðinum. Hér sendingin út á Davíð með mikið pláss hér. Við sendingin á Höskuldur færan og Höskuldur að stinga sér þetta á milli Harðar og Guðmanns og aukaspyrna dæmd á Höskuld. Já, menn voru að tala óheiðarleika. Kari Martin skoraði mark með hendinni í síðasta leik með IBVF. Já, í gær. Viðurkenndi að hann hefði verið eitthvað óheiðarlegur. Umræðan eftir leik KR og Víkings. Kristján Flóki hendi sér niður. Ég verð að segja fyrir mitt leyti, sé þetta hérna úr stúkunni að maður setur alltaf spurningamerki við það þegar kemur þessi auka hnykkur á leikmenn, þeir fara að manni finnst auðveldlega niður og það var svolítið tilfelli í F-fáingunum núna. Hér Höskuldur í baráttunni og Oliver með skallan, boltinn inn á miðjum vallarhelmingi Blika og Daniel Hafsteinsson sendur boltar hérna og Atli Gunnarsson til baka og Hörður Ingi og Harðar spretti. Höskuldur kemur og reynir að verjast þessu. Hörður meðan reynir að inn fyrir en Atli Gunnarsson kom ekki. Boltinn endar hjá Antoni Ara í markinu. Það er bara 20 mínútur búnar, staðan 0-0. Kemur löng sending fram og hér er það Mikkelsen fær boltan, Guðmann eldir, vill fá aðstoð og ræður ekkert við Mikkelsen er röskur, Davíð á Oliver á miðjum vallarhelmingi Blika, sendar henni fyrir, Höskuldur, vel gert og hér mistu F-fáingar, Blikarnir taktinu þarna og mikil barátta og Höskuldur og Blikarnir vinna boltan, Kristinn út í kantinn, það er Brynjólfur á móti Herði, Brynjólfur kemur örugglega á hann, hefur plássið og gerir það og Brynjólfur renn upp að endamörkum, upp á römmin á teginn og hér kemur Kristinn Steindórsson en búið að dæma aukaspyrnu á Kristinn. Nei, þetta var Viktor sem að tók. Nei, var þetta Viktor sem tók hana? Já, þetta var svona, hann var svolítið seinn í hann. Kristinn lúrði fyrir utan við vítateigspunktinn og ætlaði að taka hann og smella honum ef hann skildi þetta. En þetta, hann er að gefa, ég var orðið eitthvað aðeins að ræða þetta með Viktor en þetta var bara barátta. Gaf honum ekki spjald. Nei, þetta var nú líka barátta, bara boltan. Við vorum að ræða Guðmann Þórisson og Mikkelsen áðan þegar bolti kom inn fyrir. Ég er tilbúinn að veðja undir, leggja undir ég veit það ekki, hvað á maður að segja. Fullan poka grænum eplum úr krambúðinni í Vesturbænum í Kópavogi að Guðmann Þórisson fái gult spjald eftir samskiptið sín við Mikkelsen í kvöld. Það var þannig bragur á honum, sá ég. Guðmann eða eplin, sjáum hvort það verður. Hér er það Daniel Hafsteinsson á hægri kantinum og Damir í baráttu við hann og setur boltan út af. Aðstoðardómarinn veifar, gefur þetta kynna að FH eigi innkasti og það er Hörður Gunnarsson sem að kastar stutt og fær boltan aftur. Hér á móts við vítategin, FH-ingarnir með hann hérna fyrir utan vítategin og hér er möguleika á skoti. Hér kemur frábær sending og þetta er fyrsta mark leiksins. Þarna opnaðist vörnin, FH-ingar eru komnir yfir og þetta var ansi auðvelt fyrir F-fáinga. Hjörtur Logi Valgarðsson fær þarna boltan og fyrsta markið. Já, Blikarnir voru einhvern veginn flatir. Við vorum aðeins að skoða þetta áðan að F-fáingarnir hafa verið að fara meira og minna upp hægri kantinn en svo skiptuðu þarna yfir á vinstri kantinn. Þetta var, eins og segi, Blikavörnin var einhvern veginn flöt, einföld sending inn fyrir og Blikarnir stóðu í rauninni bara eiginlega hálf frosnir þarna og hann var komin allt í einu einn inn fyrir bara auðvitað sjó. Já, Hjörtur lagði þetta upp á Björn Daniel. Skorar 22 mínútur búnar og
jafnræði með liðunum svo sem búið að vera þannig þó að Blikarnir hafi alveg verið hættulegi fram á við þeir koma strax í sókn. Hér það Brynjólfur á móti Hirti og sendir boltan fastur fyrir en Gunnar Níelsen verð þetta, grípur boltan, hendur honum hér strax niður. Já, það var Hjörtur Logi það sem að skora þetta. Vinstri fótarmaðurinn þarna hinum megin og hér það Björn Daniel og Jónatan, það var hann sem að, nei, það var Þórir Jóhann held ég sem átti sendinguna en gerði þetta mjög vel, tökum það ekki aðfæðingum, virkilega vel að þessu staði, þessu marki. Hér það Björn Daniel með sendinguna og Atli Gunnarsson. Blikarnir þurfa að ná áttum strax, hér kemur sendingin og hér Stífi Lennon á sprettinum en sendingin frá Jónatan Inga rataði ekki á hann en Blikarnir löður á stað, Andri Rapp Jóman komin inn á vallarhelming Blika og Brynjólfur með hann á hægri kantinum, setur boltan á Kristinn Steindórsson, Kristinn tilbaka á Oliver færi boltan yfir til vinstri, það er það Damir á miðjum vellinum hér og Damir reynir að koma boltanum á Höskuld en það gengur ekki, F-fáingar loka, þeir verjast þessu vel og Konni með forustu þannig að það er alveg eðlilegt að þeir geri það. Hér er það Elvar út í kantinn, vel spilað, Brynjólfur með pláss og getur komið boltanum fyrir, ákveður að reyna að fara framhjá Hilti Loga en það gengur ekki en Blikar eiga engast. Það er sjálfstraust í Binna og hann mun alltaf reyna að taka menn á sem er ágætt en það má líka alveg búast við því að F-fangarnir bara fari djúpt núna. Ólafur Kristjánsson þjálfari vantarlega sáttu við þetta, það er bara hálftími búinn, 1-0 fyrir F-fangarna. Í rauninni að manni finnst eiginlega úr svona einu af fyrstu færunum svona almennilegu færunum kannski að þeir fengur náttúrulega þarna eitt á undan en þetta var algjör óþarfi. Hér er það Hörður og Jónatan en sendi ekki inn á nakvæm og Oliver nær boltanum og skilar honum yfir á Elvar Frey Helgason. Það var að Kristinn og Viktor að stinga sig, Viktor komin inn í vítategin en Björn Daniel gerir vel, leggur boltan út og hér er það Kristinn með skot en þetta er framhjá. Það var nokkuð vel framhjá. Þetta var utan fóta ristinn hjá Kristni og maður sá það að hann leið og hann fekk þessa 1-2 sekundur í það að stilla boltanum upp að það var ekkert að fara að gerast neitt annað hjá honum heldur en skot á markið og svo sem alveg skiljanlegt, hann er búinn að vera að skora í síðustu leikum sem hann hefur spilað. Já, sjálfsagt að reyna Gunnar Níelsen þarna. Guðmann og Björn Daniel á Gunnar Níelsen sem lyftir boltanum hátt í loft upp og hann snýstar, kemst rétt út fyrir vítategin, Höskuldur tekur það styrtilega niður, Höskuldur með lúmskot en það er framhjá. Já, þetta vitum við að Höskuldur getur gert. Já. En skotið er svona 1,5 metra framhjá markinu. Blikarnir að láta F-fanguna strax vita af því að ef þeir gera einhver mistök í kringum þetta útspil sitt sem þeir ætluðu að reyna núna, tóku boltan stutt að þá eru þeir tilbúinir að refsa en F-fangina færa liðið bara upp núna og Gunnar Níelsen tekur vantarlega langt útspark og ég gíska á það að fara upp hægri kantinn. Já, sendar hérna fram og hér er það Oliver og hann vinnur boltaninn í loftinu, skallar hann og þá kemur Andri Rapp Jóman, kemur hann á harðarspretti, vinnur boltan, röskur að þessu Andri Rapp og nálgast vítategin, er með boltan, setur hann út á Kristinn með sendinguna fyrir og Guðmundur Kristjánsson með skallan en Brynjólfur gerir vel, vinnur þetta boltan. Hér er það Daniel í baráttunum við hann og Brynjólfur sterkur, nautsterkur. Viktor Karl inn á tegin, sendi ekki fyrir að F-fáingi og það er síðan Þórir sem að hleypa með hann út úr vörðinni en þá kemur Oliver Sigurjónsson á blindu hliðina en F-fáingar halda boltanum, Jónatan og Björn Daniel, Þórir, Hörður Ingi. F-fáingar á eigin vallarhelmingi, Guðmundur Kristjánsson aftast í maður með boltan, sendir hann út á Hjört Loga Valgarðsson og Hjörtur Logi markaskorari F-fá í leiknum. Björn Daniel, F-fáingar er ekkert að flýta sér, fara ekkert fram fyrir miðju fyrir núna, þá kemur Davíð Ingvarsson með góða taklingu og Jónatan vinnur hérna vel tilbaka og Tómas Mikkelsen við það að vinna boltan af honum. Guðmann segir Þórisson tilbaka og Gunnar Níelsen í markinu vippar honum hérna hörð en Blikarnir pressa, Blikarnir gefa þeim ekki tómu eftir og Oliver hérna í baráttinu, Oliver gerir vel, heyrði boltan af Jónatan, sendir hann Tómas og þetta er mark! Blikarnir eru búinir að jafna metin og hver haldið hafi
tvisvar, kannski þrisvar. Já, hann byrjar á Kristinn og endar á Steindórsson. F-ingur tíma, Bliki að upplægi, kominn aftur, velkominn Kitty Steindórs, flott mark. Ég get ímyndað mér að varamannabekkurinn í FH, ég sá að plexiglerið það víbraði hérna fyrir neðan, en það var þetta, við vorum að ræða þetta áðan, leið og FH-gundur ætla að fara að gefa sér tíma eða að spila boltanum, vera rólegir á honum. Blikarnir eru mættir strax og það er nákvæmlega það sem gerðist. Oliver rosalega duglegur í þessu að vanna þarna boltan, síðan kemur sendingi fyrir Tómas nær ekki til hans, en Kitty Steindórs er mættur á fjastönginu og ítir boltanum í markið. Vel gert. Hér er það Elvar, og Elvar aukaspyrna sem að dæmdur á Stephen Lennon. Elvar að reyna að fá guldspjald á Lennon því að hann var ekki komið nóg langt í burtu. Og hér er hins vegar slög sending frá Damir og þetta er hættulegt. Hér er það Jónatan, F-ingur með marga menn hérna við vítategin. Jónatan með sendingurinn á tegin og Hörður fara hann þetta fyrir utan, boltinn rekkur á hann og kemur vinstri fótaskot frá Herði. Hann getur hlaðið í hörkuskot þessi strákur, en sem betur fer þetta skot vel framhjá. Þetta er frábær fótboltaleikur, 30 mínútur á klukkunni, það er verið að sækja hérna á báða bóa. Kristinn Steindórsson búinn að skora fyrir Blika, Hjörtur Logi Valgarðsson búinn að skora fyrir F-ingana eftir að eiginlega bæði lið gleymdu sér í að manni fannst eiginlega bara augnablik. Og það er skemmtilega við Pepsi Max deildina eins og hún er orðin núna að það virðast eiginlega vera komið þannig bara gæði í marga af þessum leikmönnum að sem er ekki að fara út strax til þess að reyna að spila í atvinnumennsku, að það er bara komið þannig bara gæða fótbolt í Pepsi Max deildina að við sjáum þetta bara gerast. Menn bara rétt gleyma sér og það er komið mark í andlit á þeim. Já, 1-1 er staðan á Kópavogsvelli að fóðingar á undan að skora. Hjörtur Logi Valgarðsson, en Kristinn Steindórsson svaraði hérna rétt á þann með fínumarki eftir að Oliver Sigurðsson hafði unnið boltar hérna vinstra megin við hliðalínuna og Kitty kláraði þetta vel. Davíð Ingvarsson sá er ákveðin í að standa sig í þessum leik, búinn að vera flottur. Og hér er sendingin upp kantinn og Damir hér í baráttunni og Damir sér til þess að Blikarnir eiga útspark. Sáum að Þórir Jóhann var þarna bara skítræddur við hann. Ég er alveg á því að þessir tveir miðverðir hjá Breiðablik, þetta eru þeir hröðustu í efstu deild á Íslandi. Það er, maður sér það hjá þeim báðum að þeir bara geta, að manni finnst gefið í og sett í 5. eða jafnvel 7. gír. Og það er ekkert, það er ekkert hybrid eða neitt rafmagns skírkassi, það er bara fulla ferð. Hér voru Blikarnir að taka aukaspyrnu og tóku nú af snemma að mati dómarans, þannig að þarna hagnast nú FH á því að eftir þeir höfðu gerst brotlegir, en aukaspyrna svona rétt innan miðju eða nánast á miðlínunni og Blikarnir taka þetta stutt. Oliver á Viktor og Viktor á Damir. Damir veit að vel var hérna fyrir aftan, notar Oliver, fær boltar hérna aftur. Elvar hérna hægra megin í vörðin núna, Damir vinstra megin og Elvar tekur sprettinn. Elvar með sendingunni fyrir Tómas Mikkelsen, rángstaða á Tómas Mikkelsen. Það er 28. rángstaða hans í. Nei, hann er búinn að vera nokkur sinnum rángstaðar á Íslandsmótinu. Já, og sumir vilja meina að í einhverju tilfellum hafa hann ekki verið það. En þetta er nú svona í eitt af fyrstu skiptunum sem maður sér að boltinn endar ekki í netinu. Já, eftir hann fær hann. Eftir hann fær hann, svakalegur slútari. Ég nefndi það á hann að hann væri alvöru nýja, þannig að ég en vel varið hjá Gunnar Nílsen hérna. En þetta er leikstíl hans og þetta þýðir það bara að varnarmennirnir verða að vera gjörsamlega á tánum fyrir framan Gunnar í markinu. Hér er brotið á Tómas Mikkelsen og sá danski hristir þetta nú af sér, býður aðeins í grasinu til að sjá hvort að dómarinn ætli ekki að nota gulaspjaldið. Það er nú eins og merkilegt með þessi gulu og rauðu spjöld að það var þriðji aðili sem hagnaðist á rauðu spjöldum Víkingar, því að Víkingar mistu 3 manna velli gegn KR og næstu leikur eftir var í kvöld gegn Val sem að Valsmenn unnu 5-1 eftir að lent marki undir. Hér er það Andri Rapp Jómann og Oliver með skiptinguna. Davíð er frýr hérna á kantinu. Tekur boltan með sig, hefur plássið, ákveður að senda boltan fyrir markið. Sniður ekki enn! Fínugt mark hjá Tómas Mikkelsen! Geggjað mark hjá kappanum! Vá! Davíð með fasta sendingu fyrir. Tómas kemur á ferðinni
og smellir hún með vinstri í bláhotnið. Breiðablik 2, FH1, þvílíkt mark. Ef hann ætlar að halda svona áfram í sumar þá held ég að við getum, já ég veit það ekki, maður verður að fara að valda í yfirlýsingunum, en miðað við gæðin á þessari afgreiðslu að þá er þetta bara einn besta nýja sem að, já klárlega topp 3 leikmaður bara í Pepsi í sumar. Þetta var með ólíkindum, first sending fyrir frá Davíð. Frábærlega first sending fyrir og Mikkelsen kemur og smellir honum af gríðarlegum afli í marki. Þetta og er það FH-ingar og Davíð Ingvarsson með flotta stóðsendingu, vann þarna boltan, Höskuldur og Kristinn og hann með sendingu yfir, þá kemur Tómas og Tómas Hörður reynir að loka á hann, þá kemur sendingi fyrir markið og hann er svo hár fyrir Brynjólf og Daniel Hafsteinsson vinnur síðan boltar hann og þrumar hann fram eitthvað og hér brýtur Atli Gunnarsson en réttilega gert hjá dómarann og láta leikinn halda áfram, blikarnir sækja, Höskuldur, hér er hins vegar aukaspyrna. FH-ingarnir eru komnir í panik, eru búin að brjóta núna tvisvarsinnum af sér og við vorum að ræða áðan dómgæslu. Ívar Orri má eiga það, 35 minútur búnar, staðan 2-1, mikill hraði. Maður hefur ekki fundið mikið fyrir honum í þessum leik og það er vel. En FH-ingarnir núna greinilega að Óli Kristjánsson komið fram á hlaupabrautina og það eru skilaboð, stoppa blikana þegar þeir fara af stað í þetta hraðaspil. Það var greinilegt að það var skipunin leið og þeir fóru af stað því að það komu 2 FH-ingar strax út úr vörninni og brutu á blikum sem eiga reyndar aukaspyrnu á, hvað, ég veit ekki, 35 metrum. Já, þetta er á miðjum vallarhelmingi FH-inga og Oliver er mjög áhugasamur að skjóta bara á marki. Davíð Ingvarsson getur gert það líka. En við erum að hrósa Davíð, hann er búin að vera mjög flottur í þessu leik og það er Davíð sem án bara að skota á marki en þetta er vel yfir. Vel yfir. Já, Mikkelsen hristir hausinn, hann er 7. heitur, hann vil bara fá þessa bolta inn í teginn, ég skil hann alveg. Þessi sendi ekki á Davíð er mögnuð og ennþá skemmtilega að sjá afgreiðslunni hjá Dananum. Nú sjáum við sömu formúlu, FH-ingarnir reyna að spila hérna upp, þeir náðu ekki, enda með því að Gunnar Nílsen reynir að hreinsa frá í einhverju svona hálfgerðu paniki og blikarnir síðan með langa bolta fram. Tómas gerir þetta vel og fer þarna fram hjá Herði sem hann nær þó að pikka í boltan og koma honum út af. Og innkastið eiga blikar. Davíð gefur sig tíma, Brynjólfur kemur hér og gerir sig sýnilegan og Davíð er enn að leita samherja til að kasta á. Damir býður sig uppi. Og vel gert á Brynjólfur kemur á ferðinni, tekur hérna skærin og Höskuldur næst síðan boltanum og Höskuldur upp að endamörkum og sendir boltan fyrir Brynjólfur og hvað ætlar hann að gera? Hann dansar hérna boltan, nær að koma honum inn á tegil og FH-ingarnir koma á boltanum í burtu. Hér er Atli Guðnason í baráttu við Oliver, Oliver hafði betur, vel gert í Oliver og síðan kemur Elvar, það er rosalegur kraftur í blikum, þeir eru gríðarlega sterkir þessa stundina og ef þeir ná að fylgja þessu eftir með marki þá eru þeir heldur betur í góðum málum og hér kemur Kristinn Steindórsson og reynir að setja hann yfir Gunnar sem var komin aðeins framalega í markinu en lyfti boltanum yfir markið. Þetta er munurinn á Kristni sem leikmanni núna og bara í fyrra og hitti fyrra. Hann fær smá enn og aftur, þetta er í annað skipti sem hann fær bara einhverja 1 sekúndu cirka bát hérna fyrir utan teg hjá FH-ingum og það kemur strax skot. Já, hann ætlaði sér greinilega þegar hann vissi þegar hann myndi byrja að gera FH-ingum skrafa við blikandi með 2-1 fórustu. Þetta hafa lent marki undir og þeir hafa verið mjög flottir hér einkanlega þessar síðustu mínútur þar sem að töluverður munur er á liðanum. Og hér er Daniel Hafsteinsson en Damir sallar og lögur, setti boltan fram og smá skjálfti þetta í FH-ingum og Hörður sendi boltan tilbaka á Gunnar og þá koma blikarnir allir hlaupandi til að setja pressu á FH-inga. Hér er það Daniel Hafsteinsson sem vinnur þetta boltan á miðunni og Jónatan og hvað gera þeir hér? Jónatan með sendingunni inn á tegin en hún fer víðsfjarri og endar fyrir aftamark og það eru blikar sem eiga útspark þegar 8 mínútur eru eftir fyrir hálfleik. Það er spurningum við fáum með tíðindi úr öðrum leikjum Kristján. Það er 2-2, Atli Arnarsson var að skora víti fyrir HK á móti Skagamönnum og Pétur Theodór Árnason að skora 3. mark Gróttu gegn spiluðu Fjölni.
Og hér Daniel að komast í skotfæri og Daniel með skotað varnarmanni og boltinn rétt framhjá. Þarna mátti ekki miklu muna. Fjölnir 0, Grótta 3, IA 2, HK 2 og síðan leikurinn sem kláraðist fyrir í dag. Valur Víking 5-1 í Víkinni. Og FH með hornspyrnu hér. Skammt eftir fyrir hálfleik. Og hér kemur boltinn á fjarstöng og þetta hættu lítið og boltinn fer alla leiði yfir völlin. Hér illa færi með uppstilt atriði og svo hornspyrnum. Boltinn endar hér hinum megin. Já, öðruvísi útfærsla en var í fyrir tveim hornspyrnum FH þar sem þeir tóku hana stutt og tóku síðan utan á hlaupið hérna fyrir utan teig sem í rauninni skapaði ekki stór hættu en var klárlega hættulegra en þessi framkvæmd hjá hann. Hér það Lennon og aðeinsvægt að Stephen Lennon hefur verið í svona góðri gæslu og ekki gert mikinn usla í vörninni hjá Blikum. Hér það Davíð Ingvarsson með boltar hérna á kantinum og Davíð heldur áfram að stríða Þóri en FH ná boltanum, Hörður og Atli með hann í fyrsta út í kantinn og Jónatan leikur boltanum hittin miðinn og sendir boltan á Atli Gunnarsson. Hvað gerir Atli? Atli rennur þarna. Heppnir Blikar. Þetta ekki maðurinn sem þú vilt fá með boltan í tegnum á þessum stað. Hér Elvar Helgason. Verið að dæma á Elvar Helgason og hann að fá guldspjald fyrir að setja höndina þarna í einn FH-ing. Og Elvar skilur ekkert í þessu en aukaspyrna sem að FH-ing að fá. Jónatan lá eftir. Og einhverjir Blikarstúkurinn kallar hann 1.49 og hann hefur hlaupið undir handakrikana á honum. Já, það var línuvörðurinn sem held ég flaggar á þetta. Ég var alltaf að láta leikinn halda áfram. Ég set spurningamerki við þessa ákvörðun svo sem líka. En og mörg spjöld hjá Blikum. Hér aukaspyrnan 5 mínútur núna eftir að fyrri hálfleik, staða 2-1 fyrir Breiðablik. Það Jónatan sem tekur aukaspyrnuna, setur boltan hérna inn á fjarstöng. Þetta hættu lítið, enginn sem gerir árás á boltan og þetta útspark sem Blikar eiga. Já, nú eru það FH sem pressa hátt með meira og allt sitt lið hérna upp á miðjum vallarhelgi. Blikar taka hérna langa sendingu. Skalla fram og Guðmann gerir það eina rétta í stöðunni að setja boltan út af. Og Mikkelsen biður strax hann og eiginlega rífur hann bara upp þarna. Höskuldur elti þarna boltan sem fór eftir hlaupabrautinni en Mikkelsen fór bara í það að ná í næsta bolta sem var í fótbolta einhverjum standi hérna. En Höskuldur gerir virkilega aukaspyrna sem Höskuldur krækir í. Þetta á vinstra megin á móts við vítategslínuna hjá FH-ingum. Já, ef að Blikar taka því rólega þá gætu við séð þessa fyrirgjöf koma á markamínútunni. En ég efast að við náum því. Sýnist þetta að vera Davíð sem ætlar að taka þetta, eða Oliver. Brotið fært aðeins í þetta nær hliðarlínunni. Það Davíð sem nú kannski líklegur með. Nei, það Oliver, það Davíð sem tekur hann fyrir rest. Snýr boltan hérna frá Gunnari sem nær að slá hann í burtu. Beint á Viktor Karl og Viktor Karl lyftir boltanum inn á teginu. Þetta ekki nógu góð sending og hættu lítil og boltin endar í útsparki. Já, vorum að ræða Anton Ara Einarsson hérna áðan, fæddur 1994, 26 ára gamall. Haga sér samt eiginlega eins og hann sé 36 ára, mikil svona yfirvegun yfir honum og hérna frábær með boltan í löpunum og maður fær það líka á tilfinninguna að varnarmenn Blika þeir Höskuldur og hér það Tómas. Nei, hér Guðmann Þórisson. Hér kemur fullu póki af grænum eplum bara beint úr framboðinni. Þetta geti verið sem verið rauðepli. Guðmann Þórisson að fara að fá guldspjald fyrir þetta, annað væri skrítið. Já. Þetta bara stælar. Taka guldspjaldi úr vasan Mívaróni. Brynjólfur vill fá eitthvað meira en
en gult. En gulaspjaldi það og Breiðablik á aukaspjaldu. Þetta er ekki að fara að hjálpa Guðmanni Þórissyni að ná sér í þetta gulaspjald, þetta rétt fyrir lok hálfleiksins. Nei, það er ekki gott fyrir miðverðið gegn liði eins og Breiðablik að vera með gullspjald á bakinu. Hér er það Elvar, hann er einnig með gullspjald. Sendi boltan tilbaka á Anton Ara. Anton undir pressu frá Lennon og boltin á Elvar. Elvar nær ekki að halda honum inn á. Þetta hættuspil sem Blikarnir auðvitað bjóð upp á með því að senda boltan á markmanninn oft undir pressu. Já. En hann sloppi mjög vel með það hingað til allavega. Hér er Björn Daniel og Hjörtur Logi, markaskorur FH Atli á Daniel hérna vinstri kantinum. Daniel reynir sendingu inn á teginn og FH fá hornspyrnu, boltinn af Elvari Frey Helgasyni og út af. Daniel Hafsteinsson sem ætlar að taka hornið. Og það er spurning hvort þið gerir þetta eins og áðan, taka þetta stutt eða reyna að negla honum hátt á fjárstöngina. Það eru náttúrulega með Atla Gunnarsson og Stephen Lennon þar sem minnstu mennin annars, þannig að þeir sitja hann örugglega á næstöngina, en hvað? Hér er það Atli sem að klera upp í þetta og skalla boltaninn, hýttir hann ekki betur en svo, en að boltinn fer vel fram hjá markinu. Já, Blikarnir með 2-1 fórustu og það bendir flestir þess að það verði í staðan þegar að flauta verður til leiklis. En flottur kafli á Blikum aðan, það sem þeir settu gríðarlega pressu á FH-inga. Já, þetta er FH-ingarnir virðast vera búin að lesa Anton Ara og varnarleikin hjá Blikunum því að þeir vinna boltan strax eftir að setja pressu á Anton Ara. Hér er það Atli Gunnarsson og sendir inn á teginn, en það er enginn og hættulítið Davíð Ingvarsson nær boltanum og Davíð með sendingun hérna fram völlin, en boltinn út af. Já, tveir FH-ingar sem að pressuðu hann strax þarna. Atli Guðna og saman ekki hvað það var. Lennon þarna, þetta eru litlu mennindir, það er erfitt fyrir Anton Ara að sjá þá, þeir rétt sprett upp úr grasinu. Hörður, sendingu. 1 mínúta í uppbótartíma frá og hér var góður möguleiki en Viktor nær ekki boltanum og Hjörtur Logi kemst ekki fram hjá Oliver. Oliver öflugur. Oliver hættir við að ætla að senda boltan inn fyrir á Tómasinn, sá hann var rangstæður og hér er það Kristinn Steindórsson, nálgast vítateig FH-inga, senda boltan inn á teginn og Tómas satt í baráttu við Guðmann og Breiðablik fær hornspyrnu. Spurning hvort að Elvar og Höskuldur býði ekki fyrir utan eins og, þeir býða þar fyrir utan. Damir kemur inn og Blikarnir voru að taka hornspyrnunar þannig að Davíð Ingvarsson var að taka með vinstri fætunum og Blikarnir pökkuðu vel inn á markteginn. Þeir eru að 3 eða 4 komnir þar inn núna og Kristinn lúrir fyrir utan á samt Andra Jómann. Ég nefndi að Andri Jómann hefði skorað 4 mörk, ég hefði ekkert á móti því að sjá eitt hjá hann núna. Hér er boltinn á fjárstöng og Tómas, en boltinn er komin út af, eða rangstað, nei hann er komin út af þetta. Og þar með er fyrri hálfleik lokið, hörkuleikur, tveggja öflugra liða þar sem að Breiðablik er 2-1 yfir, eftir að FH-ingar höfðu náð forystunni og þar sem að skilur liðin að í Kristján er þetta frábæra mark Tómas Mikkelsens þegar hann afgreiðir frábæra sendingu, mjög fasta frá Davíð Ingvarsinni og smellir honum upp í fjærhornið, gjörsamlega óverandi fyrir Gunnar Nýlíðsson. Já, þetta var engin tilviljun, hann tekur hann einhvern veginn, sko, maður fekk á tilfinninguna að hann ætti frekar að skalla hann, en hann tekur hann eiginlega innan fótar, samt einhvern veginn með ristinni og boltinn nær samt að taka eiginlega svona snúning og upp í markhornið. Þetta mark var með þeim flottari sem maður hefur séð bara hérna á Kópavogsvelli. Heldur betur og held ég að við fyrir þá að taka okkur smá hlið, við komum hérna aftur með seinni hálfleikinn en þetta lítur vel út fyrir Blika í augnablikinu, staðan 2-1, Breiðablik í vil. Já.
Maður velur grillið, jafn vel og maður velur kjötið. Og þá gott að byrja í Byko. Komið sælir aftur, seinni hálfleikurinn á Kópavogsvelli að hefjast. Breiðablik, FH Breiðablik yfir 2-1 og nú voru FH-ingar að skipta leikmann og þessi leikmaður nú ekki á þeirri skýrslu sem við erum með því að ég held að Pétur Viðarsson hafi verið í borgaralegum klæðum þannig hann hefur tekið stöðu Péturs í leiknum en sjáum til og það eru blikarnir sem að byrja hér. Elvar Freyr með langa sendingu fram í 8 Tómas Mikkelsen. Tómas nær ekki til hans og það eru FH-ingar sem eiga innkast, sé ekki betur en að Guðmundur Kristjánsson hafi svona aðeins verið haltraði. FH-ingar vegna vonum við að það sé ekki alvarlegt en talum við það hér í hálfleik þetta frábæra mark sem að Tómas Mikkelsen skoraði ákaflega stílhreint mark, liðsmark, gott liðsmark. Oliver með sendingu frá miðjunni yfir til vinstri og Davíð Ingvarsson með glæsilega sendingu fyrir markið og Mikkelsen tók hann viðstöðulaust og smelt honum í bláhornið uppi. Já, ég hitti hérna ónefndan, eða bara nefndan skulum við segja, Alfreð Finnbogason. Hann sagði hér í hálfleik að þetta væri eitt af svona fallegri mörkum sem hann hefði séð hérna á Kópavogsvelli, það bara svoleiðis. Og talar hann nú af góðri reynslu því að hér það að fá einhver sem að sækja, en blikarnir vinna boltan. Oliver búinn að eiga mjög góðan leik, en þessi sendi hjá honum var ekki sérstök og hér Davíð Ingvarsson að missa hér Jónatan í gegn, en þá kemur Höskuldur til hjálpar og þetta endar með því að boltinn laus, tegnum og Atli Guðnason skorar. Þetta var hryllilega klaufalegt og blikarnir hlaupa hér að aðstoðardómaranum og vilja meina að boltinn hefði verið farinn út af. En honum aðstoðardómarum ekki haggað. Nei, ég segi fyrir mitt þetta, hann var löngu farinn. Því líkt og annað eins. Þetta var ekki það sem blikar þurftu á að halda. Óskar byrjun FH-inga. Atli Guðnason, gamli refurinn að skora ennina ferðina og þetta getur hann. Þetta var sérstakt. Já, þetta var undarlegt en blikarnir allavega vildu meina að boltinn hefur verið farin út af og svona það sem við sitjum að þá svona hafa þeir eitthvað til síns máls en við vitum ekki hvort að aðstoðardómarinn sá þetta enn betur. Hér það Elvar og Kristinn og út í kantinn en sendingin á Andra Rapp Jóman ekki alveg nógu góð og en blikarnir eiga þó aukaspyrnu, búið að brjóta þarna í aðdragandanum að þessu. Já, það er erfitt að sjá þetta í rauninni. Jú, ég sé ekki betur hann sé komin út af. Hann bara farin út af boltanum. Já, hér það Elvar, en það er ekki að fást það er dómarinn sem ræður þessu öllu saman. Hér það Brynjólfur snýr með boltan út í kantinn og Viktor sendingin erfið og Viktor nær að halda boltanum inn á og Viktor kemur hér á Daniel Hafsteinsson, Daniel til varnar. Kristinn Steindórsson leikur boltanum tilbaka á Oliver á Damir með hann og vippar hann hérna í 8 tegnum en það er það Björn Daniel Sverjarsson sem að vinna boltan og þá Elvar og Andri Rapp og Oliver út í kantinn á Kristinn með sendinguna inn á tegin en boltinn af Daniel Hafsteinsinni og endar hjá Gunnari Nílsen. Já, Logi Hrafn Róbertsson heitir hann sem kom inn á fyrir Guðmann Þórisson og ég sá ekki betur en að Pétur Viðarsson væri í borgaralegum klæðum en hann var upphaflega á skýrslu hjá FH-ingum þannig að höfuðmeiðslin sem hann fékk í síðasta leik þau eru greinilega það alvarlega að hann er ekki í leikmannahópnum en ég það FH-ingar sem eru með boltan á eigin vallarhelmingi. Tilbaka á Gunnar Nílsen undir pressu þarna og sparka boltanum fram og þar það Oliver sem hefur betur, búinn að eiga mjög góðan leik Oliver Sigurjónsson og Brynjólfur öflugur þarna, lætur ekki taka boltan af sér, nautsterkur og kemur knettinu hérna á Andra Rapp Jóman og Lennon eltir hann og Andri Rapp tekur Lennon bara í bakkarið en Lennon þrjóskur og þetta endar með hornspyrnu sem að blikar fá en Jóman ætla aldrei að tapa
þessum bardaga og Lennon heldur þarna hnéð á sér eftir þennan sprett. Já, blikarnir meir og minna allir verið að spila sinn leik, enginn sem að var í rauninni svona getur verið að kvarta yfir, ef að svo má segja. En mér finnst þetta mjög heilsteypt frammistaði hjá Blikum og tökum líka með því hver mótorinn að þetta fín frammistaða. En Blikar vilja sigur. Hér kemur hornspyrnan og góða boltinn á tegin en þetta skallað í burtu og það nýji maðurinn Logi sem skallar þetta frá. Innkastið eiga Blikar á móts við vítategin hjá F-æðingum. 4 mörk komin. Já, þetta alveg verið fótboltaleikur en ég alveg 100 á því að þetta ekki einu mörkin sem var að skora hér í kvöld, það alveg klárt. Hér það Elvar með sendinguna og allt erfið sending hérna og Logi næra skallan á Daniel Hafsteinsson, Daniel og Atla Gunnar sem skoraði jöfnunarmarki hérna rétt áðan og Daniel fær boltarinn út í kantinn herra megin en Blikarnir eru eins og séu stundu fleiri á vellinum í þessari pressu sinni því að það erfitt fyrir F-æðinga að ná valdi á boltarum og gera eitthvað með hann þegar að Blikarnir í þessum ham. Hér það Oliver með sendingunni í fram og Guðmundur Kristjánsson skallar hann og Kristi Steindórsson nær honum en beint á Hjörtloga Atli Guðnason en eru það Blikar sem vinna boltan. Damir út í kanti, velspilað, Brynjólfur fær boltar inn á hægri kantinum við hotfanan, komin hérna upp að endamörkum og rennir boltanum út á Kristi með skotið en hann lyfti boltanum yfir markið. Fín sókn hjá Blikum og Kristinn að fá þarna ágætis möguleika á allavega að setja boltan á markið en skot hans yfir. Já, Blikarnir svona aðeins slegnir skiljanlega eftir þetta mark F-æðinga sem kom bara hérna strax á annarri mínútu í seinni hálfleik og já, menn mega ekki láta þetta koma sér í jafnvægi, það þarf að halda áfram, það bara svoleiðis. Gunnar Níelsen með langa spilnu fram, vel yfir miðlínu, Oliver skallar þetta áfram og Logi fyrir að fá Höskuldur með sendinguna og Gunnar Níelsen komur út úr markinu en nær síðan að hlaupa tilbaka og Blikarnir vildi meina að hann hafi verið tekið bolta með höndum utan tegs en ég held að það nú aldrei verið. Það er sjálfsagt að reyna aðeins á aðstofudómarann og stríða honum pínlítið. Damir tekur boltan niður og leikur úr tilbaka stutt sending og hér hættan frábærlega gert hjá Davíð Ingvarsinni með 2 F-æðinga í fanginu og ef það mist boltan hefðu þeir sloppið í gegn. Viktor Karl á Andra Bjóman, hann á hægri kantinum, komin inn í vítategin á Blikum, setur boltan á tegin og hér beint Tómas Mikkelsen eftir að skalla boltan en Logi varamaður að bjarga inn og aftur, búinn að eiga fína innkomustrákurinn. Heldur betur, þetta enda sem mark ef hann hefði ekki náð að setja sig akkurat fyrir framann Mikkelsen. Og hér flottur snúningur á Brynjólfi, hann áræðinn en þetta útspark sem að F-æðingar eiga. 53 mínútur búnar af þessum leik, staðan 2-2 eftir að FH hafi komist yfir. Blikarnir skoruðu 2 mörk í röð en FH jafnaði metin hérna rétt á hann. Slögsending á Guðmundur Kristjánsson beint á Oliver og þessi sending var ekki góð frá Andra Rafni beint á Þóri en vel gert hjá Davíð öflugur í þessum leik, gríðarlega öflugur, tekur sprettinn, mikinn sprengikraftur, sendir boltan á Höskuldur upp að endamörkum, sendir hann fyrir markið og þetta hotspinna sem að Blikar fá. Liðin að gefa frá sér knöttinn svona á furðulegum stöðum, F-æðingarnir hefðu getað nýtt sér mistök Blika, Jóman var með sendingu hérna inn á miðsvæðið og F-æðingar unnu boltan. En þeir eiginlega gáðu hann strax frá sér aftur og Blikarnir voru fyrir viki komnir í sókn, eiga núna hotspinnu, sending fyrir. Viktor með sendingur inn á tegin og þetta skallað frá, það gerir Guðmundur Kristjánsson og Davíð með ævintýralegt skot sem fer hátt yfir markið og F-æðingar eiga þá útspark. Já, 10 mínútur búnar af seinni hálfleik, staðan 2-2 eftir ég veit ekki hvað maður að segja, það var eiginlega jafn ævintýralegt markið sem F-æðingarnir skoruðu og markið sem að Mikkelsen setti en bara eiginlega á hinum enda línunnar því að Blikar vilja meina að boltinn hafi verið farinn en já, sem sagt í jöfnunarmarki F-æðinga en það þýðir ekki að dvelja við það þegar þeir þurfa að halda áfram.
Hér ítt á bakið Oliver en áfram með leikinn, Höskuldur nær honum, Oliver nær að skallan, Höskuldur með sendingunni út til hægri, það Kristinn Steindórsson komin inn á miðjan vallarhelmi, Gæffaðingu að keyrir átt af vörninni, Hjörtur Logi til varnar og Kristinn Steindórsson með hann og hann reynir skot og boltinn af Hirti Loga og Blikar fá ennina hornspyrnuna. Já, það vantar ekki hraðan. Blikar eru líka ekkert að draga úr því leið og þeir vinna knöttinn, þá þeir komnir fram á við meirum en allir. Það er augljóst hvert markmiðið það að komast yfir, aftur. Og hér það hornspyrnan og Davíð og Viktor Karl standa yfir boltanum, en Davíð kemur vantarlega til með að taka hornið. Viktor hérna til að teima varnarmann F-fáðinga hérna aðeins út, síðan kemur sendingin á fjærstöng og það það Hörður sem nær að skallan, Jónatan og Jónatan aftur, kemur hún fram en Andri Rabbi Jóman að stoppa þetta og Viktor Karl, í baráttu við Atli Guðnason og Atli Guðnason hafði betur og Elvar, boltinn í höndina á Stephen Lennon og dómarinn sá það og dæmir aukaspyrnu. Lennon neitaði að láta boltann af hendi og smá pyrringur hérna en þá kemur Elvar með sendinguna og þetta ágætt í sendinga eitthvað en Hörður nær að koma sér í stöðu og skalla boltan frá og bruna F-fáðingar fram, Þórir hér og þetta auðvelt fyrir þá og komast þetta upp að vítategnum, sendingi fyrir markið og Blikar bjarga, Viktor Karl kemur hér og fylgir vel eftir og hreinsar þetta og sparkar boltanum út af F-fáðingar eiga innkast á móts við vítategslínu Blika. Fengu allt og mikið pláss að mínum mati þarna, maður kannski orðinn of góðu vanu með að Oliver sé að hreinsa upp þegar F-fáðingarnir fara fram en þarna hefðu F-fáðingarnir alveg geta gert miklu betur úr þessu. Hjörtur Logi með innkastið, Daniel Hafsteinsson og Hjörtur með góða vinstrifót með sendinguna fyrir markið, boltinn af Andra Rafni og endar hjá Antoni Ara. Antonari kastar í gegnum alla pakkan og þetta glæsilega gert, frábær sendingi Höskuldi, Kristinn Brunnar og Kristinn og Daniel brýtur á honum og þetta gult spjald á Daniel Hafsteinsson en ef ég var í F-fáðingu þá var ég mjög ánægður með þetta spjald því að þetta var mjög skynsamlegt brot, hann varð að gera þetta því að Blikarnir voru komnir í ansi vænlega stöðu. Já, maður heyrði það eiginlega úr stúkunni strax að Blikarnir voru að búast við í stuðningsmenn að Kristinn myndi taka hann utanfótar á Brynjól sem var á flegiferð hérna á hægri kantinum, hann ákvaði að bíða aðeins en fekk fyrir vikið F-fáðinginn í bakið og F-fáðingur uppskáru gult spjald, Blikar aukaspyrnu undan fyrir utan þar sem Oliver stendur yfir á einhverjum 35-40 metrum og meira og minna allt Blikarliðið í einhverju þverrlínu inn í teig hérna. Sendingin á Elvar og Elvar leikur hérna á Atla og Elvar með sendinguna, frábær sending og Brynjólfur í dauðafæri og Tómas Mikkelsen skorar. Gunnar Nilsson ekki að verja þetta, missir boltan og Mikkelsen rafsar. Blikar komnir í 3-2. Allt Blikarliðið hleypur að Elvari Frey Helgasyni því að hann átti sendinguna. Hann átti sendinguna og ég skildi eiginlega ekki þver línuna eins og ég orðaði þetta skringilega hérna áðan. Allt Blikarliðið var við vítategslínuna í FH og þeir vissu ekki alveg sjálfur hvaðan átt sem stóð veðrið og hvaðan að þá heldur þegar Elvar Freyr Helgason fekk boltan og tók straugið inn á teginn. Brynjólfur Darri tekur þverrhlaupið, kemst aftur fyrir vörnina, setur hann á Gunnar Nilsen sem nær að verja en nýjan okkar Mikkelsen kláraði þetta. 3-2 fyrir Breiðablik. Vinstrifóta sendingi og Elvari algjörlega hnitmiðuð inn fyrir og Brynjólfur komst í fínt færi, Gunnar gerði vel í að verja en hélt ekki boltanum og Mikkelsen auðvitað sem gammur og rafsaði eins og Bútra Genni og Englanda. Við rættum taktík þjálfarana fyrir leik, þetta væri smá stríð þeirra á milli. Ég get alveg lofaði því að þjálfara teimi hjá Blikum að gefa hvorum öðrum nettan olbúa núna eða 5 og eru sáttir við þetta en það alveg svo áðan, F-fáðingarnir sækja strax. Hér F-fáðingar reyna að tróða boltaramenn í gegn, það gengur ekki, Damir til varnar og sallarólir hérna kannski fullrólegur og engin aukaspyrna, þeir eru ekki ánægðir með þetta og Andri Rabbi Jóman kemur í veg fyrir að bolti fara í gegn. Hér kemur sendingin og Lennon með boltan út í kantinn og Atli Guðna með sendinguna og boltinn fer strýkur kollin á tveimur F-fáðingum og þarna var sannarlega færi til að jafna metin strax. Já, Damir Múmínovic sem var að reyna að stíga boltan út í jöfnunamarki F-fáðinga áðan
aðeins værukær núna, hann reynda komin niður að því að hann vil menna að og greinilega finnur til að það var sparkað í hann en hann fór niður fyrir utan teiginn og vildi fá aukaspyrnu. FH unnu boltan strax og fengu síðan í kjölfarið þetta dauðafæri sem hefði alveg getað endað með jöfnunarmarki en við vorum að ræða hraðan eftir 20 mínútur áðan. Hann ekkert minni núna og það vera klukkutími búinn. Þetta alvöru leikur, flottur fótboltaleikur. Hér eru FH að vinna boltan eftir útspark Blika. Atli Guðnason, ennþá tökkur í honum. Rennir boltanum upp Björn Daniel Sverrisson. Björn Daniel með hann hægra megin. Stingur orð megin fyrir og Davíð þarna við að missa en nær að bjarga í horn. Já, þetta leikur að veldi. Mér meinir að Davíð hefði haft 5 leika í æsku, það held ég hefði hjálpað honum núna því að þeir eru margir sem hefðu mist jafnvægið og brotið klaufal af sér þarna en hann náði að standa þetta og koma í veg fyrir það ef hann kemur boltanum inn í teig. Og sérstaklega góður í gólfæðingunum, það skiptir máli þar að vera góður, öflugur. Hér kemur hotspyrna, boltinn inn á teginn og hér eru FH í vanlegri stöðu að hvað, nei, Höskuldur kemur og hreinsar í burtu. Atli Guðnason heldur boltanum inn á og fær aukaspyrnu, klókur þarna Atli. Þetta reynslan. Já, þetta reynslan. FH senda bara meirum en allt sitt lið inn á teginn. Já, þeir eru hættir við að taka þetta stutt. Heyrðu, halló! Nei, hvað var í gangi þarna? Aukaspyrna, þeir taka hann að lauma boltanum fram hjá varnarvegg. FH, Björn Daniel Sverrisson í dauðafæri. Blikarnir voru eins og þeir voru ekki til og hann allt í einu komin einn á móti Antoni Ara sem gerir frábærlega og bjargar í horn. Þetta var ekki góður varnarleikur. Já, hotspyrnan og boltinn hér sveiflar á fjærstöng og þar það Logi varamaður. Já, og nú hljóta að fara að róa tempóið. Ég svo sem ekki til besta formin en ég orðinn þreyttur bara að horfa á þetta upp í stúku þetta. Þetta alveg þvílíkur hraði og FH-angarnir, maður hélt að þeir væri að fara að taka þetta rólega en við töluðum enn og aftur þjálfarastríðið. Óli greinilega búinn að skipa þeim að hafa möguleikann á því að taka spyrnurnar snöggt og þeir gerðu það en Blikarnir eru komnir fram núna. Markvarslan hjá Antoni Ara var meistarlega aðan. Þarna bjargaði hann sannarlega að FH-ingar jöfnuðu metin. Mér myndi gleyma því að hann fekk bara 3 leiki í eftirdeild í fyrra og núna búinn að spila þessa 4 leiki fyrir Blika í Pepsi Max-deildinni. Hann búinn að vera frábær og ég skil ekki að hverju valsmenn að fara. Ég man eftir því að hann spilaði á móti Ludogorets frá Búlgaríu í Evrópukeppninni, átti þá frábæran leik og ég spurði Óla Jó að því hvort það var leikur upp á Skaga næsti leikur, hvort það var ekki erfitt að taka hann út, hann viðurkenndi það en Hannes fór þá í markið. Einmitt. Hér koma FH-ingar og slögsendingarna og Höskuldur hann í hörkuslag, hann vann hann boltann, mista hann aðeins og laði hann frá sér. Þetta ég var að hrósa Ívari Orra í fyrri hálfleik. Þarna er farið að mínum að bara gefa FH-ingum bæði Atli Guðna og Lennon að nota reynsluna í einhverja svona furðulegar hreyfingar og að fá aukaspyrnur út á þetta. Guðmundur með langa sendingu, Atli Guðna og Damir þarna í baráttunni og Atli brýtur þarna á Damir og Atli nú með heiðarlegri mönnum á fótboltanum og fljótur að biðja stafsökunar og Damir hafði engan áhuga því að erfa þetta við hann. Enda engin ástæða til, spurning hvort að Blikarnir negla honum upp eða hvort að Anton Ari reyna að taka hann stuttan, nei, hann reynir að hægja á þessu. Langan fram og sparka boltanum í miðlínuna, þar það var Logi tæpur á því að Höskuldur færi næði boltanum og slippi þá í gegn. FH-ingar með innkast inn á vallarhelmingi Blika. Blikarnir mættir til þess að verjast og hér kemur langt innkast upp í horni, það hættulítið og Damir nær boltanum og rennur honum Anton Ara og Anton kemur honum fram. Daniel Hafsteinsson í baráttu við Kristinn Steindórsson og þá Hjörtur Logi tilbaka á Guðmund Kristjánsson. Guðmundur og hleypur með boltan áfram. Ekki sé Guðmund fara svona framalega í þessum leik, hann komin honum við að vallarhelmingi Breiðabliks og hann enda með að hlaupa bara út af. Var nú svo sem vanur að vera í þessari stöðu þegar að vera í liði Blika en
Þarna var hann komin óvenju langt fram völlin. Og Kristinn kannski komin óvenju aftarlega. Sko, hann... Já, býtu F hvernig vinna hérna boltan á miðunni, Atli Guðna. Nei. Tekur strauji og Atli með sendinguna. Hér allt galopið og Damir bjargar ekki lengi og þetta vítaspyrna sem að F-fáinga frá Damir Múminović brotlegur, fær guldspjald og ég held að sé ekki að segja nokkuð skapaðan hluti þessu. Hann hissa, hann heldur höfuðið en ég held að þetta hefði verið laukréttur dómur. Ég fæði á tilfinninguna líka en Blikar áttu aldrei að missa boltan þarna. Þetta var enn og aftur, við ræddum einhver gæði á þann. Þetta var hálfgett svona að manni fannst. Já, kæruleysi, Atli Guðna sýnir úr því hverju hann gerður og nú sjáum við úr hverju Lennon gerður og svo úr hverju Anton Ari Einarsson gerður. Það kemur mér... Anton Ari er ekki langt síðan að varði hér í vítaspyrnum og hann alveg viss til að taka Lennon núna. Hann veit alveg hvernig hann sparkar og Blikar Kiddi Steindós fyrir út af og Kwamiki kemur inn á. Kiddi er búinn að skila sínu, skoraði mark og Kwamiki kemur inn á. Þá fer Lennon með boltan á punktinn. Vítaspyrna sem að Anton Ari þarf að bjarga Blikum. Lennon tekur ekki langt til upp. Hér er Lennon að leggja af stað. Anton Ari tilbúinn í markinu. Og Lennon, hvað gerir Lennon núna? Lennon með skot og hann setur hann í bláhornið. Anton Ari kastar sér til vinstri, Lennon með boltan í hornið. Í hitthornið og jafnar metin 3-3 og Kópavogsvelli. Breiðablik 3, FH 3. En þetta var ódýrt mark sem að Blikar fá á sig. Annað ódýrt mark í leiknum, 2 röð. Já, sumir segja maður vilja einhvern veginn ekki sjá miðverðina henda sér niður í, renni bara tæklinguna inn í teig en já. Eins og þetta leit út fyrir mér var þetta aldrei annan vítaspyrna. Því miður, en ég taði von í mig að ég segi þetta aftur og hefur rangt fyrir mér. Já, það eins og með jöfnunarmark F-fáinga áðan í stöðunni 2-1 fyrir Blika. Það þýðir ekkert að dvelja við það. Þeir bara, Blikarnir eru... Hér var boltanum þrumaði í myndatökumann en hann hefur þetta af innkastið taka Blikarnir strax. Oliver tilbaka á Damir. Báðir miðverðir Blika konum með guldspjald. Það er óþarfi að safna þessum guldspjaldum. Þau eiga eftir að verða dýr og Elvar með sendingu sem ekki góð og beint á Gunnar Nílsen. Ætlaði að koma boltarum á Tómas Mikkelsen en sendingin ekki nákvæm. Já, markatalan í þessum 3 af 4 leikjum hjá FH á móti Blikum síðan 2018. Þá er FH búið að vera að fá þessi 4 mörk og markatalan 15-5 Blikum í hag. Þannig að FH-vinir eru heldur betur búinir að vinna þetta upp. Hér er það Kwamiki með boltan hérna fyrir utan tegin. Sendir hann á Viktor Karl, hann út í kantinn á Andri Rafn Jómann. Andri Rafn á keiri hér á varnarmannin og Hjörtlóga sendir boltan fyrir í marki fastan. En Daniel Hafsteinsson bjargar þessu. Og Viktor, þeir eru hérna hægra megin. Nálgast vítategin, Kwamiki tilbaka og Viktor Karl Einarsson. Viktor með Elvar hérna með sér, Elvar fær boltan hérna á eigin vallarhreyfningi, Oliver og kemur Oliver hann með skiptinguna og Höskuldur en ágætlega gert hjá Herði Gunnarsinni. Nú er ég búinn að svona aðeins skoða þetta og því miður að þá er þetta aldrei víti. Þetta er bara pjúra leikaraskapur. Já, en eins og þetta leit út fyrir mér hér þá átti Damir, við skoðum það síðar. Já, spáum ekki því og Blikar sem inn á vellinu þurfa heldur ekki að spá í því, þeir þurfa bara að vinna þennan leik á móti FH. Staðan 3-3 og réttum 20 mínútur eftir. Og kemur Elvar og Elvar með sendinguna Viktor, vel spila, Kwamiki áraðin hægt að hleypa fram hjá Biti Daniel og ætlar að fara aftur í hann og þá Jónatan reynir að ná boltanum á honum, það gengur ekki og Elvar á Oliver með möguleikann á að skipta boltanum yfir til vinstri. Það er Davíð Ingvarsson aðleinn og Damir smá aðeins högt í blikunum núna. Þá kemur sending fyrir Damir, frábær sending og síðan kemur sendingin inn í tegin á Höskuldur Gunnlaugsson. Höskuldur leggur á stað, Höskuldur og hann fer niður
Blikarnir vilja víti. En Ívar Orri hristir hausinn og aðstofadómarinn hans gerir ekki tilraun og enga athugasemd við þetta, þannig að áfram heldur leikurinn. Damir og Damir hér yfir til hægri. Þar Kamiki, tekur bolta niður og reynir fyrirgjöf inn á teginn. Tómas Mikkelsen í baráttunni og Gunnar Nílsen slær hann og Blikarnir hér með ná honum hérna fyrir utan. Höskuldur Gunnarsson, Höskuldur með hann, leggur boltan á Viktor Karl yfir á Oliver á Davíð. Þeir þétta hérna fyrir utan teginn Blikarnir, en boltinn fer að varnarmanni og inn á vallarhelming Blika og þar það Anton Ari kom með hann. Og Elvar, en slök sendi ekki Elvari, ætlaði að koma boltanum á Kamiki, það gengur ekki. Stór hættuleg hlaup og Atli Gunnar tilbaka á Logi með sendinguna hér og þetta vel gert hjá Oliver vinnur þetta boltan, kemur á þerðinni með sendingunum hér á Brynjól hefur lítið haft sig frammi núna síðustu mínútur, nú á hann einhvern kraft eftir, leggur boltan út, Höskuldur og Viktor Karl, en þeir bjargaðu sem Blikarnir halda boltanum og inn á teginn. Guðmundur Kristjánsson skalla boltan út, Viktor Karl skallar í 8 markinu, en FH-ingarnir bjarga. Þá Elvar með sendinguna og Ólafur Kristjánsson að reka FH-inga framar fyrst þeir liggja full aftarlega og þá kemur Oliver Sigurjónsson á Andri Rapp tekur strauji hérna upp hærikantir, sendir fyrir en boltinn af Hirti Loga og kemst síðan á Daniel Hafsteinsson sem að tekur bakfallsspyrnu og sparka boltanum út af. 20 mínútur eftir, staðan 3-3, 6 mörk á Kópavogsvelli. Blikarnir reyna hér, Viktor á Elvar inn á vallarhelming FH með skrýtna sendingu ætlaði Höskuldi en Þórir boltanum og hér það Kamiki sem að fer þarna aftan í Björn Daniel sem að dettur. Það alveg með ólíkindu hvaða leikmenn detta oft í fótbolta við litla snertingu en þó þið fara út á lífi þó þetta ekki svona. Það Damir, hann með sendingu. Frábær sending. Og Viktor Karl og Viktor með sendingu. Og Kamiki, nú tekur Kamiki í sprettinn. Björn Daniel ekki nóg fljótur. Hvað með sendingunni fyrir? Og Tómas Mikkelsen og frábær markvarsla hjá Gunnari Nílsen. Ívar Orri ég hefði betur sleppt í að hrósa honum, hann farin að dæma hérna á Mikkelsen. Aukaspyrnu þegar Mikkelsen reynir við þversendinguna frá Kamiki og fyrir vikið hefði markið ekki staðið. Gunnar Nílsen varði hérna alveg meistarlega en ég set í það minnsta spurningamerki við þetta og Nílsen var nánast að gefa Ívar Orra hérna 5 fyrir sína frammistöðu. Ég sá ekki hvort að ég tók aldrei eftir því aðstofadómari gerir nokkra athugasemd því að þetta þá bara ákvörðun dómarans. Það skipting í vendum hjá FH. Það Atli Gunnarsson sem að fara að velli og Morten Beck Andersen Daninn. Það eru mörk í honum, þeim danska. Það segir nú kannski þólítið Atla Gunnarsson að hann að skáka Morten Beck Andersen. Hirðir í byrjunliðssætið. Skoraði mark í leiknum. Gunnar Nílsen með útspark. Það eru 17 mínútur eftir að leiknum. Já, spurning hvort að Blikar nái 4 mörkum eins og í síðasta leika móti FH í efstu deild. Eða hvað? Spurning hvað FH hvernig gera? Þórir og Jónatan missir boltan langt frá sér en að halda honum minna og kemur hann á Þóri og Þórir fer auðvitað þetta með og hér eru Blikarnir í nöðvörn og góða boltanum í burtu. Björn Daniel Sverjesson og tilbaka á Guðmundur Kristjánsson á Loga. Og Logi með fína sendingarn á Daniel Hafsteinsson, Höskuldur til varnar reynir að vinna boltan á honum og mikið hlaup þarna. Björn Daniel og Brynjólfur brýtur þarna á Birni Daniel og að fá gulaspjaldið. Ívar Orri kominn í einhvern gír. Þetta virtist nú ekki vera svo sem. Ég held að Björn Daniel har ekki verið að biðja meint eða neitt. Þetta var aukaspyrna kannski og búið. Þetta algjör óþarfi. Það að segja hjá Ívari. Að fara í einhverja svona auðingar. Kemur boltinn inn í 8 teignum og
Höskuldur skallar þetta frá á Brynjólf. Brynjólfur með flotta móttöku og er þetta aðeins að leika sér eldinum en sleppur með það. Og Davíð Ingvarsson, Oliver og leikur boltanum tilbaka á Damir og þá Elvar Freyr komið með eina stóðsendingu í leiknum og hér á að sendingu Höskuld vel gert og Brynjólfur og boltinn er út á Hvami og Hvami er rangstæður á Hvami Ký. Það var vel spilað á blikum. Þolinmóðir bjuggu til gott pláss hérna út á kantinum fyrir Hvami en því miður þá var hann fyrir innan auk þess sem að sendingin hjá honum var aðeins og há fyrir Tómas Mikkelsen. Já, Hvami með alla línuna fyrir fram að sig þarna og hérna ef hann var rangstæður þá finnst manni það einhvern veginn skrítið. Hann á ekki að geta verið rangstæður hérna út á hægri kantinum með allan pakkan fyrir fram að sig. En Blikar í það minnsta að búa sér til pláss og maður vonar að þetta haldi áfram. Gunnar Nielsen með útsparkið. Það er Morten Beck Andersen sem klirur upp í þetta og Lennon í baráttunni boltinn af Lennon. Blikarnir eiga innkastið og Andri Rapp með sendinguna á Oliver. Oliver skiptir strax yfir til vinstri og þar er Höskuldur og hann nær ekki að halda boltanum inn á. Áklaufalegt. Þetta voru FH-ingar komnir framarlega og þarna hefði verið hægt að refsa þeim. FH-ingarnir með boltan á miðjum vellinum þarna og sendi ekki fram á Daniel Hafsteinsson hér upp í hægri kantinum. Viktor Karl til varnar og Daniel nær ekki að koma boltanum á samherja. Davíð Ingvarsson gerir vel gert við Davíð og Tómas Mikkelsen tilbaka, erfið sending og Oliver. Engin aukaspyrna, Oliver hérna tæpur á því en engin aukaspyrna, sendingin hérna inn fyrir og hér er Jónatan komið með boltan við hotfánan hægra megin en kemst ekki fram hjá Davíð Ingvarsson og FH fær innkast. Davíð virkilega flottur þarna, tvísvar sem að hann gerir vel, náttúrulega nær að komast upp úr þessari pressu sem kom frá FH-ingunum og svo núna ef að FH-ingunum hefðu náð sendingunni fyrir þá voru þau konum með 5 menn inn í teginn, hvorki meira en að vinna. Þannig að þeir ætla sér alveg eins og Blikar að ná sigurmarkinu þegar það eru 15 mínútur cirka. Korter eftir að þessu leik og staðan 3-3. Bolti tilbaka, FH-ingarnir konur inn á eigin vallarhelming og Guðmundur Kristjánsson með hann hér á miðjum vallarhelmingi FH-inga sendi boltan tilbaka á Loga sem tók stöðu Guðmars Þórissonar í hálfleik. Logi tilbaka á Gunnar Nielsen, Gunnar á Guðmund og Daniel Guðmundur, FH-ingarnir með boltan á eigin vallarhelmingi, leikurinn hérna sín í milli. Þórir fer hérna fram hjá Oliver sem að brýtur á honum. Já, það er spurning hvort við förum að sjá einhverja skiptingu hjá Blikum. Hvami er náttúrulega komin inn fyrir Kristinn Steindorsson en spurning hvort að Alexander Helgi geti komið inn fyrir mögulega Viktor eða jafnvel Oliver. Já. Hér sendi ekki inn á Lennon og Lennon tekur vel upp boltanum, kemur á Hjörtu Logi með reyni fyrirgjöf en boltinn af Andra Rafni og út af og það er Alexander Helgi sem er næsti maðurinn hjá Blikum og ég get trúið að hann kemur inn fyrir Viktor. Oliver er búinn að vera mjög góður í leiknum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Og hér er innkastið og Daniel hann í baráttinu og Daniel leikur hann á Viktor með skot og Anton Ver en þetta er ekki búið. En búið núna því að Elvanar að koma boltanum með burtu. Brynjólfur og tekur hérna Björn Daniel niður áfram með leikinn, Hvami Ký tekur sprettinn upp kantinn, farðu bara á Guðmund, það þýðir ekkert annað og keyrir inn á miðjuna núna, síðan kemur skotið. Það þurfti ekki að taka þetta strax, hann hafði nægan tíma og fleiri möguleika í stöðunni. Já, bæði Binni og Viktor svona aðeins ósáttir við hann þannig, hefðu viljað hann hefði beðið aðeins eftir þeim en það er spurning hvort að það er jafnvel nei, það er fyrirliðin okkar. Höskuldur, það fer út af já. Það fer Alexander vantarlega inn á miðjuna bara, þetta er Viktor. Hvami skipti vantarlega yfir á vinstri kantinn. Oliver tekur við fyrirliða bandinu og Alexander Helgi kemur í hægra megin uppi. Já, kemur hægra megin. Já. Það voru Blikarnir með Alexander og Viktor þarna og Oliver. FH með boltann í afturstu vörn.
Oliver vinnur þetta boltan, vel gert í honum, hvað mikið hér á vinstri kantinum, hann áræðinn, Keiku sprettir, kemur boltan fyrir markið og Gunnar, ég veit ekki hvort hann okkur hafði trúað því að hann næði þessu en það vantaði þarna kannski að Tómas tæki hlaupið á næstöngina. Það er einhver að spila sig út úr vörninni. Já, 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma og Blikarnir eru í pressu hérna á F-fangana sem að enda bara á því að negla hér fram en Elvar Freyr Helgason tekur þannig bolta og kemur honum á Kvami. Fyrir illa þetta með Hör Gunnarsson, platar hann og Kvami dansar að það með boltan, búinn að safna tveimur í kringu sig, sendir boltan tilbaka á Oliver. Oliver á Viktor á möguleika á Andra Rafni þarna og missi boltan en gerir vel af harðfylgi, nær að halda boltanum, fær síðan aukaspyrnu. Boltinn á hreyfingu segir Ívar Orri dómari og þá geta þeir tekið aukaspyrnuna aftur. Alexander með boltan á hægri kantinum og Viktor Karl á Oliver tilbaka á Elvar og Elvar á Damirinn og eigin vallarhelmingi. Oliver Sigurjónsson fær hérna boltan, Lennon setur pressa á hann en Oliver sendir boltan út í kantinn. Það það Davíð Ingvarsson, Davíð og Kvame á Oliver kemur og hleður í skotið, hörkuskot og rétt yfir markið, mjög vel gert hjá Oliver Sigurjónssoni, gott skot en rétt yfir markið. Hann hefði kórónað algjörlega frábæran leik, vinnur náttúrulega mjög vannmetið starf hérna á miðjunni. Hann var á tímabili fyrir áleika F-fangarnir komist bara ekkert áfram í sínu spílu vegna þess að hann var að stoppa meira og meira allt saman, hann var svo brimbrjótur þarna og hann hefði alveg átt skilið að klína honum í samskiptin en rétt yfir í honum. Það ennþá tími, það eru tapa 10 mínútur eftir af leiknum. Hér það eins og að, Davíð að missa manninni fyrir, þetta hættulegt og hér eru F-fangar í hvoru stöðu. Sendingin fyrir marki ekki nógu góð en þeir eru ennþá meðan F-fangar Daniel Hafsteinsson tilbaka á Hjörtulogi með ónákvæma sendingu. Elvar tekur boltanum, brunnar þetta fram og engin aukaspyrna, þannig Elvar úr leik og hér kemur sendingin frá Hjörtuloga en boltinn af Andra Rafni. Já, svo lítið þreytulegt á köflum en það engin furða, mikið hlaup og mikið gefið í þetta. 1400 áhorfendur á Kópavogsvelli. Já, Elvar hérna missi boltana aðeins svo langt frá sér, var í rauninni kannski lítið annað í stöðunni fyrir hann annarkvort á neglunum fram eða reyna bara að taka straugið sjálfur. F-fangar með einhverja 7-8 leikmennin á markteig Blika, fyrirgefið inn í teig Blika, 2 inn í markteig og aðrir fyrir utan. Það spurning hvað hann gerir úr þessu. Hér kemur hotspyrnan, Daniel, hann sparkar boltanum í Viktor Karl og önnur hotspyrna kemur því í kjölfarið. Reyndi hann að fasta hann á nær stöngina og maður sá Lennon taka straugið bara leið þangað. Þannig að Blikar þurfa að passa þetta, maður sér að Oliver fyrir framan hann og svo Jóman líka en Lennon á Antoni Ara. Boltinn fyrir markið og Björn Daniel lyftir sér upp í þetta og síðan kemur Þórir með skotið, það gengur ekki. Logi með skallan og áfram halda F-fangar boltanum, sendingin inn á teginn og það að Tómas Mikkelsen sem að skallar þetta í burtu. Hvað mikið í baráttu við Hörður hristir hann af sér en aukaspyrna dæmd á F-fangin. Hörður Ingi brotlegur og hvað með fær aukaspyrnu? F-fangarnir sniðu hérna koma sér fyrir, Blikarnir ætla að reyna að taka þetta snöggt, geta það í rauninni ekki af því að F-fangarnir standa hérna fyrir svona einhvern veginn hálf hissa á þessu öllu saman. Og boltinn út af frá Elvari Freyr sem aðeins farin að hrista hausinn, hann þarf að halda haus, hann á gulu spjaldi, Damir líka á gulu spjaldi og F-fangarnir eru alveg að sýna okkur það að þeir ætla sér að reyna að taka 3 stig hér í kvöld. Já, það eru 2 aukastig í boði eins og staðinni núna fyrir liðin 2. Já, F-fangarnir ef þetta endar svona með 7 stig í 5. sæti og Blikarnir á toppnum með 11 stig en Káringarnir geta náðum með sigri. Og Stjarnan spilar ekki strax þannig að... Nei, einmitt. Þeir spila bæði fyrir og eftir hádegi þegar þeir fara að spila. Hér eru það Davíð og Davíð gerir vel, rennir boltanum tilbaka á Damir. Damir á Anton Ara. Fær hann aftur, Damir Múminovic. Kemur með langa sendingu hér á Andra Rafn en Daniel Hafsteinsson kemst fyrir þetta og setur boltan út af, Blikar eiga innkast. Hér svona rétt innan við miðjan vallarhelming F-fanga. Andri Rafn
kastar hér á Brynjólfur, Brynjólfur hann í baráttunni og Brynjólfur í baráttu Hjört Loga og Brynjólfur gefur ekki Tommu eftir. Þetta spennandi einvígi en FH-ingarnir tveir höfðu betur en innkastið eiga Blikar, Alexander en aðeins óhefnir þarna Blikarnir en boltinn út á FH á innkastið. Það komið svona pínlítið þreyta í mannskapin og hér það Oliver sem að hefur orðið fyrir einhverju meiðslum. Það fékk hann að boltan í sig á undir bringspalirnar og hann hristir þetta af sér, ætlar að klára leikinn með fyrirliða bandið eftir að Höskuldur Gunnlaugsson fór út af. FH-ingar með innkastið kasta boltanum á Morten Beck Andersen og Daninn er ekki að taka boltan með sér, hefur svo sem ekki mikið gert en það nú svo sem einkenni góður að framherja, þeir þurfu ekki að gera mikið, þeir þurfu bara að setja boltan yfir marklínuna og Viktor og hann sendi boltan á Damir, Damir strax í fyrsta á Davíð, komnir inn á vallarhelming FH-inga, Damir á Elvar og FH-ingarnir þétti fyrir, þeir loka öllum, þetta eru svona tvær línur, tvær 4 manna línur þarna hjá FH-ingum og sendi ekki yfir frá Damir yfir á Davíð, Davíð og Oliver reyna að brjóta þetta svo lítið upp. Kemur hlaup hjá Jóman en hér það Viktor Karl og verður að passa sig á þeim danska Morten Beck. Blikar að reyna að byggja upp hérna álitlega sókn þegar að 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma og FH-ingarnir þeir ætla ekki að gefa Tommu eftir en við sjáum hvað situr. Hér fær Brynjólfur bolta frá Davíð upp að endamörkum og Brynjólfur gerir vel og Brynjólfur með skotið en yfir markið, rétt yfir markið en boltinn hafði viðkomu í FH-ingi og Breiðablik fær hornspyrnu. Gunnar Níelsen náði að lauma löngutöng í hann, hann hefði sennilega farið í þverslána og yfir, sá hann ekki alveg líka í markinu þennan en Blikar að skapa hættu og hotspyrna skoruðum á 88. mínútu móti Fylki, það er 88. mínúta núna og Damir, Mikkelsen og þeir liggja allir meira og minna inn í markteig á Níelsen og Kó. Alexander Helgi með hotspyrnuna og hún kemur hér, boltinn sífur hérna á fjarstöngin og skalli frá Tómas Mikkelsen, hann nær ekki alveg að stýra boltanum, nær ekki að tímasetja uppstökki nógu vel og boltinn endar fyrir aftan markið. Þannig að FH-ingar eiga hér útspark, sýnist FH-ingar ætla að gera hér einhverja skiptingu hérna í lokin. Óli Kristjáns ætlar að ná í stig á sínum gamla völli, heimavölli. Hér eins og það Þóri með góðan skalla en Blikandi vinna boltan. Alexander Harsbreytt frá því að ná honum, Guðmundur Kristjánsson og skallatennis hér og Lennon reynir að koma honum áfram á Morten Beck boltinn. Hér skot frá Morten Beck Andersen, beint á Anton Ara sem var framalega í markinu og Björn Daniel Sverrisson með honum komið sendingu, Alexander kemst inn í hana, Alexander, og nú er möguleiki, Viktor Karl, nú er það röskur, taka sprettinn, keira, sendingin hér á Tómas Mikkelsen og Mikkelsen með skotið og Gunnar varði mestarlega, vel gert, gott skot hjá Mikkelsen, þéttingsfast skot í 1 meters hæð en Gunnar Níelsen er að bjarga þessu. Veran aftur í Mikkelsen og út af, Mikkelsen ætlaði bara að setja hann á ramman þarna greinilega. Já, skipting hjá FH-ingum. Baldur Logi Guðlaugsson, sonur Loga, aðstoðarþjálfara Guðlaugs Baldurssonar. Efnilegur strákur. Það eru fullt af efnilegum fótboltamönnum í FH eins og Breiðabliki. Og maður leiksins hefur valið að þessu sinni það leikmann nr. 9, Tómas Mikkelsen. Já, Kópavós stuðningsmenn Blika að velja Tómas Mikkelsen, mannleiksins. En hvað eigum við að setja? Ég var að sammála? Ég held það eftir þetta mark sem hann skoraði að það er eiginlega ekki hægt að segja neitt annað fyrir utan að hann er með stóðsendingu á Kristinn í fyrsta markinu. Já, Oliver búinn að vera frábær að mínu dómi líka. Oliver líka á alveg tilgætla á þetta. Þarna er Blikar
vilja fá að mínum að þetta augljósa hornspyrnu en Ívar Orri gefur F-fáingunum útspark og Gunnar Nielsen held ég ætlar að taka smá tíma í þetta. Já, það er ljóst að F-fáingar sætta sig við stig hér. Já, þarna hefðu Blikar, án þess að maður sé eitthvað ósanngjarn, átt að tryggja 3 stig þegar Mikkelsen komst einn í gegn, en eins og við segjum, þetta er ekki búið, það er örugglega 4 mínútur í uppbót. Og hér er Daniel Hafsteinsson að reyna að þræða boltann í gegn, hann gengur ekki, Damir nær honum og Damir með sendinguna, Tómas með sprettinn, Tómas í baráttu við Hjörtlo og gerir þetta vel, hleypur hann undir hann og fær heldur boltanum og ætlar að koma hann fyrir og gerir það, en það er engin blikið þarna. Sá þarna Kvami Kí hlaupa, en hafi sendingin átt að vera á Kvami, þá hefði Kvami þurft að vera 4 metrar og 30 cm til að ná honum, því að þetta var það hátt. Það eru 3 mínútur í uppbót. Ég var með þá tilfinningu einhvern veginn í mér að það yrði smá drama hérna í lokin. En við sjáum hvað setur. Og það eru F-fáingar sem fá hér innkast á Eyvadarremlingi. Blikarnir færa sig aftar á völlinn. Tómas Mikkelsen er hérna einn frammi undir handagreikaram og Guðmundi Kristjánsinni. Og það er skiptingi á F-fáingum eini viðbót, þannig að það er alveg ljóst hvað Óli Kristjáns er að ætla. Baldur Sigurðsson, sá gamli leiðtogi að mæta inn á. Baldur, drengur góður. Og hér er það Viktor sem að kemur. Og hér er mistök! Og Anton Ari fer dauðafæri! Þetta er ekki búið! Þórir! Og þetta enda með því að Anton Ari bjargar. Anton Ari Einarsson, hann er maður leiksins. Já, með kæri. Hann er bjargvætturinn í leiknum. Já, Blikar refsum þeim núna. Kemur Alexander. Og Alexander með snið og sendingin og tegin og þetta hendi! Nei, dómari! Þetta er augljós vítaspyrna, bolti fór í höndina! Þetta er skandall! Bolti fór í höndina! Hvurslags eiginlega... Og hann vil meina að... Hann drepur boltan þannig að hann kemst ekki að Brynjólfur Darra. Brynjólfur Darri hefði tekið hann... Já, ef og hefði og það er frængur sko. Þetta er algjörlega út úr korti. Já, boltinn fer klárlega í höndina á honum og hann er í þeirri stöðu að ég veit það ekki. Nei, maður er alveg hættur að skilja þessa nýju og gömlu og framtíðarreglur bolt í hönd í bolt og svo framvegis, en þetta var aldrei spurning. Við sáum Höskuld Gunnlaugsson þegar hann skoraði, fekk boltan í höndina og hann er með höndina með síðunni, nákvæmlega eins og þetta atvik hér. Hann er dæmdur, markið er dæmt á honum þar fyrir hendi. Þetta samræmi, Alexander. Og Hjörtur Logi með sendinguna fram, en hún er ekki merkileg, beint út af. Ég nefndi fyrir mínútu síðan að við fengjum eitthvað drama. Arthur Ari er búinn að verja hérna stórglæsilega og svo vilja Blikar bara 20 sekúndur seinna fá hérna vítaspyrnu og við sitjum ennþá á einhverju 60 sekúndum hérna eftir á Kópavogsvelli, staðan 3-3 og það er spurning hvort það gerist eitthvað. Damir með boltan og væntanlega reynir bara langa sendingu fram eða hvað. Nei, Oliver tekur hann. Sko, Tómas Mikkelsen er búinn að skora 2 mörk og Anton Ari er búinn að verja 2 dauðafæri sem að fáir markverðir höfðu náð að verja. Hér er það Jóman með sendingunni á teginn og skalli frá Kvami Kí en framhjá markinu. Þá held ég enda punkturinn sé nánast svo gott sem kominn. F-fáingar fá að tefja. Gunnar Nielsen tekur vinstri höndina og segir sínum mönnum að hann sé að vera að reyna að taka þetta eins rólega og hann getur. Biður að róa sig. Ég held til miður að Ívar Orri sé að fara að flauta þetta af og hann er bara feginn að komast þokkalega frá þessu, en nei, F-fáingar spark út. Útsparkið og Alexander og Viktor og þá kemur Andri Rabióman. Eitt séns í viðbót. Við erum á 94. mínútu og Andri Rabióman á fullri ferð eins og venjulega. Sendingin á Alexander. Alexander með sendingu inn á teginn og hugulegu bolti. F-fáingarnir skalla frá. Alexander næra skallan á Oliver. Oliver heldur honum og kemur honum hér út í kantinn á Davíð Ingvarsson. Davíð verður að koma með boltan inn á teginn. Þeir þurfa fjölmenni í tegnum. Hér kemur sendingin og Daniel skallar inn í burtu og kemur Andri Rabióman. Hann með sendinguna og þá Oliver út í kantinn á Alexander Helga, hann getur komið með boltan fyrir og hann gerir það, skýtur hata í Hjörtloga og þá flautar Ívar Orri Kristjánsson til leiksloka. Blikarnir baula, stuðningsmennirnir
er ekki ánægðir með frammistöðu dómarans en það alveg ljóst að þarna fóru 2 stig í súginn sem að hefðu svo sannarlega átt að vera Blika 2 ansi ódýr mörk en líkt og í leiknum á móti KA þá voru Blikarnir stálheppnir í lokin að hanga þó á eða ná þessu stigi því að Morten Beck Andersen fikk dauðafæri, Anton Ari Einarsson varði meistarlega frá. Já, en líkt og í leiknum á móti KA þá setur maður aftur spurningamerki við dómgæsluna því að Blikar að fá þessi víti annan leikinn í röð sem að manni finnst vera einhvern veginn 50-50 þegar maður fær að skoða þetta í hægri endursýningu en FH leikmaðurinn klárlega byrjar að henda sér niður bara áður en Damir kemur á honum þess vegna skilum maður það alveg að Damir hafi verið ósáttur því að það var nánast engin snerting og svo í jöfnunarmarki FH-inga annars sem að segja væla mikið yfir Ívari að þá fannst öllum og okkur í endursýningu að En hvað sem öðru boltinn er klárlega farinn en það er alveg rétt hjá þér, þetta hefði getað farið í lokin á hvorn veginn sem er. En hvað sem öðru líður, þá var þetta frábær fótboltaleikur og 2 flott lið og ég finnst þessi frammistaða Blikana betri heldur en í mörgum leikjum. Þeir voru gríðarlega flottir, sköpuðu sér fullt af færum og hefðu hæglega getað unnið þennan leik. FH-ingar eru að skora 2 ódýr mörk, vil ég meina. Sammála. En hvað er það, svona er þetta. Ég held að við þökkum bara fyrir okkur. Undir bauli stuðningsmanna Blika og Ívar Orra, þá held ég að við förum bara að ljúka þessu. Já, þökkum leið líka bara fyrir frábæran fótboltaleik hér í kvöld. Og kveðjum, verið sæl.